Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine. I Settir hope hérna í y'all Myntkaup-stúdíói eða Myntkaup-arena eins og ég kalla það. Það er þáttur 10. Framundan á morgun er umferð 3 í bónusdeildinni. Og hérna, bónus ekki með okkur hér. Fékkst þau skilaboð að það er bjór á borðinu og svona skellur. Þú ert ekki í klíkunni. Ég var svona vonast eftir að bónus yrði með mér í vetur. Já. En ég meina, maður þarf þá bara að vinna meira, dagvinnunni sinni. Gunnar Bjartur, tvisvar röð. Ármann Vilbergsson í annað sinn, þó ekki tvisvar röð. Þetta er stórleikur á morgun. 2 lið sem að, svona, það er vinsælt að segja, hafa ekki verið testuð hingað til. Nei. Grindavík, Álftanes. Er þetta ekki stærsti leikurinn í umferðinni eða? Jú, þetta er bara stærsta testi fyrir þessi bæði lið í þessar umferð, finnst mér. Já, ég meina, þetta er klárlega stærsti leikurinn í umferðinni og þessi umferð, eða svona morgundagurinn, þú veist, ég meina Ármann Valur veit allir hvernig það fer, KR Þór Þóttn er ekki skemmtilegt og já, þetta er, já, eins og þú segir, test fyrir bæði lið. Já. Hvað hérna, þið eruð þrátt fyrir að vera hérna taplaust 2 lið sem að hafa litið bara vel út. Það er svona, þú ert náttúrulega rosalega bjartur. Já, Þú ert að tala titla og Sigga P sem MVP og meðan reynslu meiri grindvíkingurinn í settinu, þú ert svona meira down to earth. Já, þú veist, við unnum Njarðvík í fyrsta leik. Illa samsettu Njarðvíkulið unnu þá. Við vorum góðir í seinni hálfleik. Já. Ekkert frábæri allan leikinn. Já. Svo þessi ÍA-leikur síðast, við vorum ekki góðir í þeim leik. Nei. Bara alls ekki. Ég hafði svona tilfinningu, hefði ÍA gert eitthvað aðeins meira, þá hefði við bara gert aðeins meira á móti. Já. En þetta var alls ekki, þetta var sloppy leikur og þannig að ég er ekki... En er ekki Grindavík samt sko með fullir virðingu fyrir Álftanes, nú erum við bara smá að byrja þessu liðið saman. Það er miklu meira svona shooting power, fire power í þessu Grindavíkuliði, meiri talent. Manni líður eins og Grindavík sé að fara að taka þessa neðri part í deildinni lið, bara svona geta bara mætt og tekið á með 15-20 án þess að svitna. Þú veist, mér Grindavík mikið af leikmenn sem geta bara gripið og látið vaða og refsa liðum. Að móti Álftanesi sem er svolítið öðru sér, svolítið kraftmikið lið, betra varnarlið. Þetta er svolítið skemmtilega, 2 ólíkir stílar sem verða að mætast á morgun. Svona... Matcha vel upp svona móti Kane og Shabazz einhvern veginn á pappír. Já. Já, ég vil meina að við séum í rauninni með 3 leikmenn sem gætu alveg dekka Kane svona semi þó að sé ekki alveg hægt að stoppa hann. Eru þeir ekki 4? Haukur, Mörki og Siggi. Hopkins á nú. Já, Hopkins skilur líka. Það ekki? Já, 4. Já. Og ég er alveg nokkuð bjartsýnn á að þú veist, við hefum unnið Grindavík núna, held ég bara, síðan við komum upp, held ég nánast alltaf í deild og já, ég er bara nokkuð bjartsýnn, Grindavík svona skrítinn tónn í Jóhann eftir leik, eftir hennar leik á Skaganum, bara nánast eins og hann ætla að fara að senda bara Shabazz heim eftir 40 stiga leik. Það var furðulegt. Já, ég fílaði þess að hann var bæði að tala bara, Grindavík voru þetta var sloppy leikur. Já. En mér fannst þetta svolítið skrítið með Shabazz því að hann gerði bara sem þetta að gera. Kane er greinilega eitthvað meiddur. Hann byrjaði ekki inn á, var hann reykjað úr húsi, en eitt skipti var hann að hlaupa tilbaka og ég svona, hann er eitthvað skrítinn, hann er eins og sé eitthvað meiddur. Þannig að Shabazz stígur bara meira upp, það vantar. Svo er hann með Lucien að dekka sig og þetta bara pakkar honum saman. En hvað sagði Jóhann? Ég meina, hvað vill hann? Nei, ég meina, hann sagði bara þetta hafi ekkert verið rosa gott og Shabazz, hann var bara ekki impressed, sko. Og ég held að þetta er einmitt það sem Shabazz færið er. Kane eitthvað hálfmeiddur, Sempul spila lítið, svona þannig og þá skora Shabazz 40 stig, vissulega tekur 30 skot. En málið með Shabazz er, hann vinnur þessa leiki mitt. Hann vinnur fyrir þessa leiki, sko. Á regular season allavega gera hann það. Og ég held að, já, eitthvað svona tótt sem Jóhann var að senda, þú veist, í liðið eitthvað var að hann vill meira playmaking, væntanlega. Ok, það var ég með 2 punkta, sko. Fyrsta lagi, þú hlýtur á að horta einhverja leiki með hann gæja fyrir.
Já, já. Þú sænir Allen Iverson, þá fer ekki eitthvað að reyna að breyta honum í pass first point guard hérna upp á móti Skaganum, sko. Ok, númer 2. Hérna, hvað á hann að gera? Kíkur til Kristoffer Brekar sem á enda eftir þetta þrýstivetur? Nei, þú veist, ég skildi bara mjög vel að hann var bara heitur, lét bara vaða, átti auðvelt með að finna sitt skot og bara tekur það. En Jói þar samt núna bara kemur erindu Jóa svona, ég veit alveg að Jói vill finna einhvern milliveg, hann þarf ekki að taka 30 skot í hverjum leik, en ég vill samt alveg að Shabazz taki lágmark, 16-17 skot, lágmark. Tók hann ekki bara skotin sem að, þú veist, Sempúl spila lítið Kane hendur út, bara skotin sem að losna, ekki bara langbert að hann eða Mortensen taki þau? Jú, þetta var í boði. Já, þú veist, en þú veist, mynduru ef að þetta heldur svona áfram, þú veist, þetta er ekki að fara að taka 30 skot, en segjum hann sé að taka kannski á bylunum 15-20 skot í leik. Er það eitthvað sem Grindvíkingar vilja ekki? Ég skil ekki. En Shabazz samt, sko, ég þjálfaði eitt leik á mótunum, hann á síðasta leikunum, nei. Það var eitt leikur, jú, síðasta leikurinn minn með Haugum, það var á móti Njarðvík þegar Shabazz var pointgardið þeirra og lögðu mikla áherslu á að, þú veist, hann myndi ekki ná upp 3 stigaskotum, skítöpuðum leiknum skilurðu að því að allir hinir gaurarnir hittu úr öllu, en Shabazz var sko, ég held að hann hafi verið með 3 stig í hálfleika eitthvað og hann var farin að þvinga, hann bara þurfti að ná í sín skot, sína tölfræði, að drullu saman hvað staðan og hvort einhver annar hafi verið heitur skilurðu. Það var leikur sem Magic Baginski skrölti þarna inn á og setti 4 þrista, sko, sem dæmi. Hann er bara svona típa sem er alltaf að fara að þvinga upp, að ná í tölurnar sína, sko. Já, og hann, auðvitað mun að gera það og það vita það allir sem horfðu á hann á seinasta tímabili. En ég líka velti fyrir mig bara hvaða leikstíl hann að leitast eftir. Grindavík hefur núna verið, kannski senstu 2 tímabil, verið bara svona frekar viltlið, þeir spila ekkert rosalega mikið af svona kerfisbundnum bolta eða eitthvað svona. Þetta er rosalega mikið bara Kane að fara kannski ISO og þú veist, það virkar. Hefur það ekki bara verið Grindavík, bara DNA forever eða? Hvað er, þú veist, ég bara átta mig ekki á því þá hvað það er sem að, þú veist, Pargo tók líka fullt af skotum 4 metra fyrir utan 3, en munurinn á honum var bara hann spilaði eins og í NBA. Já, Pargo var í ákveðnum leikjum alveg bara glataður með. Ég var ekki hrifinn á Pargo. Nei. Hérna, sko, við pælum aðeins betur í þessum leiku eftir og jafnvel skoðum svona stuðla á annað eins, en byrjum hérna bara fyrsta spjaldinu með bara endrið á þessum þætti. Það er búið að tala ótrúlega mikið, þú veist, þetta er búið að vera svona, ég var að segja svona mikið vælt þetta haustið í körfubolta samfélaginu. Búið að vera svona frekar leiðileg umræða, sko. Er það ekki? Jú, þessi dómarumræða náttúrulega. Það byrjaði eiginlega bara á Eurobasket, þar sem að fólk var að sko kýtast það, hvort að við ættum að vera að fagna því að tapa leikjum en spila vel og vera jákvæðir, eða vera ógeðslega harðir að þurrullu yfir það. Það byrjaði bara strax eitthvað væll þar. Og svo eitthvað svona Kristoffer landsliðinu, Craig, Beef. Það búið að vera bara svona tuð. Já. Þannig að hérna, það eru 3 hluti sem við ætlum ekkert að ræða hér. Og númer 1 er Evrópuævintýri Tindastóls. Og ég bara svona, þú veist, eftir smá heimavinnu í gær, þá tókum við strákarnir -15 Tindastól, græddum þar eflaust meðalaun verkamanns á Íslandi af því að þeir unnu með 40 stigum og maður kveikti aðeins á þessu og hérna ég nenni ekki að ræða þetta fyrir en ég sé eitthvað lið sem að gæti unnileiki fyrstu deild á Íslandi. Eina góða við þetta er, eins og ég lendi í gær, ég hefði ekkert að gera, var búinn að svæfa, fatta, herru, ég get hort á Tindastólsleik, ég hef eitthvað að gera. Svona auka leikur inn í flóruna. En myndirðu kveikja á Tindastól Þóra Akureyri á mánudagskvöldi eða? Nei. Af því að mér leiði eins og þetta væri það. Þetta var það. Svo ég sagði hann svona glitt í dóm, er þetta Bjarni Hlíðkvist hann að dæma? Einmitt. Þannig að það var svona, þetta tók aðeins botninn úr þessu Evrópkeppni fyrir sem er. Þannig að þetta sem við ættum ekki að tala fyrir en við sjáum alvöru lið. Númer 2. Kristoffer Eikóks og einhver veðmálaauglýsing næsta mál, nenni ekki að tala þetta. Einu sem kom út úr þessu er að Hannesi finnst að vera ótrúlega góður drengur. Hann er góður drengur. Það er viðtalinu. Það er greinilega engin lög til þetta eða reglur eða slíkt. Það bara skiptir máli hvort að framkvæmdastjóri á KKÍ finnist einhver vera drengur góður eða ekki. Ef hann væri vondmanneskja þá mögulega myndu menn skoða hvert raunverulegu reglurnar eru í þessu. Já, hann sagði held í 4 sinnum í sömu setningunni að hann væri góður drengur. Númer 3.
Davíð Tómas mætti í bettkastið upp á podcastið þitt, Gunnar, Já. og talaði þar mjög svona harkalega allt saman og það er bara komið gott, eða Já, ekki? ég tók líka þungavöktina. Var hann líka þar, eða? Já, og bætti bara betur í, sko, þannig að Já, ég er alveg búinn að fylla kvótan með Dabba T núna. já. Já, það er alveg, Það er eitthvað svona sem að maður svona á ekki að eyða, sko, dómarar, þeir eru bara ekki neitt aðalmál neins staðar, sko. Að það sé Nei. svona mikið pælt í þessu er bara, þú veist, annar dómar sem er mikið verið að tala er, Coote, David Coote. já, svo Það er svona hinn dómarinn sem hefur verið mikið í umræðinni. Sá óþekki. Sá óþekkasti. Ég held að Dabbi T vil ekki bera sig saman við hann. Nei, ég meina, þú veist, þetta er bara, ég meina, ok, næsta mál. En það sem við nennum að tala hér er enn eitt málið. Og það er stóra Pablo Bertone málið. Af því að Valsarar voru mjög, þeir greina hlusta ekki á hlaðvörp Valsarar, þeir voru ekki með hann í skátinginu. Sá hann bara hitta þarna upp í síðasta leik og bara býtu á hann ekki eftir 4 leiki í leikbanni. Hann var með okkur þegar hann var dæmdur í 5 leikja bann. og þeir voru bara holy shit, hvað er að gera í úrstu pikk og rólum á Pablo Bertone? Já, ekki eins og þeir hafi síðan spilað 100 leiki, en ég allavega svona, með yfirlýsingin í Val, með það vel skrifu yfirlýsing og svona, svo alveg margir góðu punktar í þessu og mér finnst, ég sé svona að það er mjög vinsælt, sko, í umræðin í dag að benda á það, bara, Kristoffer Eikóks hafi farið í þessu veðmálauglýsingu og þess vegna geta þeir ekki haft neina rödd í þessu. Mér finnst það bara svolítið skrítið. Og svo hef ég svona alveg heimild fyrir því að já, af gárangu sem ég var með þarna á svona leik að Svali Björgvins hafi látið vel valin orð falla í garð formanns Stjörnunnar. En af hverju er KFG búin með svona marga leiki? Þeir hafi ekki bara drifið sig að reyna að plana sem allra flesta leiki í byrjun til að hann geti setið þetta út. Já. Mjög títt spilað í annarri deild. Ég meina, auðvitað er þetta ekki heiðarlegt. Þetta er ekki, þú veist, það þarf að, auðvitað er þetta KK að kenna að mörguleiti. Er þetta að breyta þessu hérni frá? Já, er ekki. Nei, ekki bara næsta ásþing bara. Ég meina, segjum bara að DeAndre Kane lendir í leikbanni, 2 leikja banni. Hann kýlir Sean Hopkins á morgun. Er ekki tilvalið þá að heyra í, þú veist, einhverju liði í annarri deild, bara vestra eða eitthvað og... Liðið er bara að gera þetta núna, þangað til að vera lokað á þetta. Ég meina, það er enginn sem að nennir að vera óheiðarlegur, sniðugur og, þú veist, leggur á sig smá vinnu, heyrir einhverjum liðum, býður þeim, þú veist, þvottavél eða eitthvað. Sendir þeim eina krabísvél fyrir að taka leikbannið út þar. Já, en ég, svo sem Svali Björgvins erum svona körfuboltapjúristar og við, allavega, þetta fór ekki vel í okkur. Ég get alveg sagt það. Hringdi í mig þegar að Haukur Helgi dettur í einsleiksbann fyrir undanúrslit í bikar. Já, Og ég skal redda honum einum leik upp á Flúðum eða eitthvað. Fagurfræðin ræði ríkjum á Álftanesi. Já, ok. Veist hvað við segjum samt? Last guys always finish last og Stjarnan eru Íslandsmeistarar. Við höfum alveg getað notað þetta á sínum tíma þegar Seth Leday, ný leikmaður í deildinni, var í banni í bikarúrslitum Grindavík Stjarnan. Manstu hver olli því að hann hafi verið í leikbanni? Ég man það ekki. Rotturnar í Kærubæ, manstu ekki þessu? Jú, það var Stjarnan. Já. Og rottufaraldur í Garðabæ. Þið voru að tjanta það. Gylfi Pappas var alveg harður á því. Já, þeir voru kallaðir rotturnar í Kærubæ. Áhugavert. Svo sæna þeir Seth Leday núna. Og ég er Seth Leday. Þú sendir inn eitthvað myndband, settir mig í leikbann í bikarúrslitum. Nú er ég farin að spila fyrir þig. Já. Það er ekkert heilagt í þessu maður. Nei. Og borgaði með pening og mér er drullu sama. Akra vann komið til Stjörnunnar, þetta skiptir engum máli. Sko, það sem að ég er að spá er með þetta Pablo Bertone mál. Nú vinn ég í fótbolta og samfélagi á hverjum degi og stundum koma bara strákarnir og segja, herru, Alfred Finnbogason var að semja í Augnablik. Ég sé það á félagaskiptaglugga KSÍ, það datt bara inn fyrir 5 mínútum. Já. Þetta er ekki hægt í körfubolta lengur. Nei, þetta er óþolandi. Við vitum ekki hvort að Pablo Bertone hafi á réttum tíma verið löglegur í KFG, verið löglegur í Stjörnunni, verið löglegur í KFG, verið aftur fram og tilbaka 5 sinnum. Ég veit ekkert um það.
Já, hvað er gagnsæðið? Það er ekkert. Það er ekkert, sko. Og það alveg svona, það er mjög amatör. Já. Já, Er rosalega. það ekki það? Þetta var að besta við KK í vefin var aðeins að gluggi í þetta oft Já. og svona skoða þetta. Nú, þetta er óþolandi. Þetta er fátt sem fer meiri döðunar á mér núna en akkur þetta. Ég veit, við vitum alveg að Valur vissi að Pablo myndi spila leikinn, eða ekki? Við bara vitum það. Jú, það var alveg vita. Ég meina, Valur vissi það alveg líka, þú veist. Já. En í raun og veru sko, Þú veist, það er búið að tala um þetta síðan í sumar. Já. Þeir ætluðu að gera þetta. en á sama tíma, þú veist, einmitt, þú veist, hefðu þeir þá þurft að senda þá bara, hvernig vitum við hvort einhvers er búinn að setja út leikbann? Hvernig veit ég hvort að Haukur Helgi Pálsson muni setja út leikbannið sitt með hrunamönnum fyrir bikarundanúrslit? Skilurðu? Og ég veit að gluggi lokar þarna, en fyrir áramót þá. Já. Eða fyrir 30. og 1. janúar. Já, ég meina, það er svo alveg rétt. Valur náttúrulega gat í rauninni ekki vita þetta nema bara út frá einhverju skúppi og einhverju sem hefði verið sagt. En sko, við vitum ekki hversu oft þú veist, þú mátt skipta um félagins oft þú vilt. Þannig að þú gætir náttúrulega ekki skipta yfir helgi og svona, en þú veist, þú getur spilað með einhverju liði á mánudagskvöldi, öðru liði á fimmtudegi og aftur með öðru liði á föstudegi. Og maður hélt að menn myndi breyta þessu eftir Ahmad Gilbert þarna í aftur Stjörnuna og hrunamönnum fyrir bikarleik. Þá var bara eitthvað svona, þetta er outdated, þetta er stupid, fólk er greinilega ekki heiðarlegra heldur en það að misnota þetta umulega dæmi og Arnar var þá þjálfari og sagði það bara, jú, þetta asnalegt, en þú veist, breytið því það bara. Þeir breytið því ekki. Here we go again. Já. Já. Þessu verður breytt næst, það er ekki annað hægt, sko. Það er heilt tímabil framundan. Já, en þú veist, með þarna Gilbert-dæmið, það má alveg velta því fyrir sér hvort ef Valur hefði unnið hennar leik, hefðu þeir farið með þetta, þú veist, hefðu þeir skrifað hana pistil á Facebook, þú veist, ég meina, voru þetta ekki Valur sem þeir mætti í bikarúrslitum á sín tíma? Jú. Með Ahmad. En þeir sögðu ekkert þá, eða þú veist, það má alveg... En er engin þú segir körfuboltapjúristi, er bara engin sem að gives a shit out there? Er bara ekki einn formaður eða varaformaður sem mætir og munið þarna, það var þarna gæi sem að spilaði með 2 liðum í mismunandi deildum á 3 dögum. Við þurfum að breyta þessu. Eru bara allir mættir þarna að toga kleinum upp í raskatið á sér eða? Það virðist vera. Í alvörunni? Vera, já. Og svo eru allir aftur núna, við þurfum kannski að breyta þessu næst. Og svo bara gleymist það og Stjarnan gera þetta bara aftur. Þau svipað eins og núna búin umræðinu í fótboltanum með þessi gulu spjöld í play-offsinu lengjudeild. Svo gleyma menn bara, það var sama umræðan árið síðar. Okkur er ekki búið að tækla þetta. Þetta er unreal. Þannig þetta er algjör aulaskapur. Já, en þetta verður tækla annars ekki. Já, ég trúi ekki öðru. Skerið það bara sjálfur. 100%. Annars gerir þetta sjálfur. Mætir. Já. Mér langar pínu, ég veit að pjúristinn er ósammála mér. Kane fer kannski í bann. Bara að reyna á þetta. Skipta honum yfir í reynisangerði. Þeir eru bara kjánar að þið gerir það ekki. Prófa. Líka bara Stjarnan í næsta leik, ætlið þið ekki að gera þetta? Þú bara mjólku við þetta. Ætlar að spila á móti Stjörnunni með Kane upp í stúkun? Nei. Einhvern tímann, ég veitur að það kemur fyrir, skilurðu. Þetta er spurning um siðferði. Þetta er spurning um siðferði, en þetta er líka spurning um bara að sitja við sama borð, sko. Já. Það er eitt lið búið að gera þetta og meira að segja, sko, ekki skafa eitt leik af, fattarðu. Þetta er bara bunch. Já. En þetta er bara svona. Þá er búið að ræða þetta mál, búið að tuða nóg yfir þessu öllu saman. En svona næsta mál. Ég hef svona búin að vera að pæla mikið í þessu og ég ætla bara að hendi ykkur lista. Þetta eru 5 þjálfarar í efstu deild karla sem að þurfa árangur í vetur. Og árangur er svona mismunandi eftir hver er. Sums staðar erum við kannski að tala um titil, annars staðar erum við kannski að tala um að komast til finals eða undanúrslit. En allavega að gera betur heldur en síðast. Þannig að við getum fengið upp næsta spjald. Hvernig líst ykkur á listan minn? Eru þið ósammála eða sammála? Við erum að byrja á þér sem Grindvíking. Ég meina, þarf ég eitthvað að útskýra þetta? Þarf ekki bara að taka titil núna með að við bara hvað er búið að hlaða í þetta liðið? Jú, við erum náttúrulega, þú segir sjálf, við erum með rándýrt lið, en Jói þarf að, þetta er pínu erfitt að ná orgu því við erum með
enga breytt. En hann þarf að galdra upp, hann þarf að fá allt sem við getum út úr aukaleikurunum til þess að... En samt ekki komin breytt? Já, Og með Óla í byrjunarliðinu, fyrir landsliðsmaður. Hann á bekk. Ok, segjum bara hann sé í besta fimmannarliðinu. Já. Og með Arnór sem bara svona... Hann búinn að vera frábær. Já, einn svona efnilegasti leikmann í deildinni, 7. maður. Og með Kristoffer Breka sem bara... sem 7. maður, hann eitthvað verri heldur en... Nei, Breki skilur bara sínu, spilar ógæslega varnarlega. Já, þið eruð að rífa upp veskið til að sækja Ragga Braga. Sko, 8. maður. Raggi Braga ekki búinn að hitta úr skoti síðan 2021. Okay, það bara þjálfar hans að kennur að hitta. Ég meina, Matti, sko, Raggi Braga því miður bætir ekki Grindavík. En, sko, breytin satt betri en svona menn hafa verið að tala þú veist, Óla að bekknum. Já, en eina sem ég litar af, náttúrulega, Kane pínu meiddur og var ekkert úr húsi og ég ætla ekkert að sitja hérna og kenna nökku eitthvað að vera lítil breytt á bekk, hann gerir sitt besta, hann spila 15 mínútur, ég hef áhyggjur af því til þess að hann væri að spila 15 mínútur mútið Álftanes á morgun. Já, 100%. Ég hef bara áhyggjur af því. Já. Og þú veist, þannig að síni breytin mér finnst Raggi líka einhvern veginn, hann búinn að fá auka æfinga viku núna, þannig að þú veist. En breytin eitthvað meiri annars, breytin eitthvað meira í val eða þú veist, Nei. Ég meina... Já, kannski val en ég myndi... Hvað? Hjálmar? Já, við ætlum að vinna. Hjálmar, Ásþór... Já, þú myndir bara taka Óla og sem ég var að nefna áðan og bara þurrka þeim út og setja inn Ásþór, Kalla og Hjálmar. Já, Kalli þetta var frábæra við 20 í sumar. Ég ekki að horfa á val ef við ætlum að vinna titil þarna. Ég á Tindastól, Álftanes, Stjörnuna. Mér finnst við ekki nægilega stóra breytt til þess að vinna þessi liði seríu. En Stjarnan er til að spila á sjömanum. Hvað segirðu? Ekki Stjarnan bara að spila 7? Jú, ég bara svona, mér finnst bara Grindavík komið þangað núna. Það er bara engar afsakanir. Þú ert bara með 4 dýrustu erlendu leikmenn deildarinnar, svona stöðu fyrir stöðu. Prúven, það er ekki verið að taka séns á neinu. Einasti bara sænaður sem efstur í katalógíunni. Þið hafa allir spilað fútbolmannsir, eða ekki? Jú. Ok, þið munið þegar maður var hérna að fátækuleiðin. Þá setti maður inn hérna wage, skilurðu? Já. Og bara svona frá 40.000 pund til 60.000 pund. Já, það var budget, sko. Herðu, svo stundum var maður Real Madrid náttúrulega og þá setti maður bara alla. Herðu, Grindavík setti bara alla og sænaði bara 4 efstu. Já. Ég vil meina að ég væri læknir í dag hefði ég ekki kynst fútbolmannsir. Það er íðurlega skólagöngunum mína. Já. En ég alveg, já, Jói þarf ná árangri, það ég sammála því. Alveg 100%. En árangur, það hefur náttúrulega verið árangur. Ég meina það undanúrslit, úrslit. Já. En það ekki, það sem ég að segja, þarf ekki bara Grindavík, þetta ekki bara last dance að ná titli? Já, ég sjá Óli er 35 ára. Óli væri ekki að spila með Grindavík nema að það væri stjórnin upp og segja við hann, við erum að búa til lið til að vinna titil. Hann sagði væri bara að fara eitthvað annað. Hann sagði það sjálfur. Já. Þannig að, þú veist, liðið mun vaða á titilinn alveg 100%. Já. Þessi listi er líka bara þannig skilur fyrir mér að ef að Grindavík tapar bara 2-3 leikjum í röð, það er bara svona what the fuck, sko. Mér finnst það vera ofurlið. Þeir eru ennþá að spila, þeir tók ekki Prísisson. Þannig ég var að segja að það voru lélegir á móti Ía. Þessi fyrstu 2 leikir líti ég pína á sem smá Prísisson, en það er bara alvöru test á morgun. Mér finnst bara í þessum fyrstu leikjum, mér finnst Grindavík bara, ef að Óli helst heill og verður í svona 75% formi, þá finnst mér Grindavík bara að vera með besta 5-manna lið deildarinnar. Já. Mikið firepower. Já. Og svona geta tekið sprett sem að einhvern veginn bara svona, einmitt, eins og þú segir, allir geta skorað bæði upp á sitt einstæmi, 4 bara sem geta sett hann ítrekkað fyrir utan konsistant, sko. Já, þetta er hátt þak á þessu liði. Það er svona en svo er alveg golf, þú veist, Kane kannski, þú veist, verið eitthvað, eða þú veist, þetta er alveg loose cannons þarna í þessu liði, sko. Já. Þú veist, Khalil einhvern veginn í sínum eigin heimi 100%, sko. og Kane, þú veist, eins og hann er og... Maður á alveg eftir að sjá þetta virka, fattar við? Já. Bara svona, ef þú horfir bara á nöfnin og tölurnar þeirra, fattar við? Herri, Arnar Guðjóns, ég meina, Sauðakrókur er bara Sauðakrókur, ráku þjálfara sem tapaði í Oddalegg. Arnar náttúrulega tók aldrei Íslandsmeistaratitil í Garðabæ, þannig að þetta er svona, er ekki bara mest að pressa einhvern veginn í íslensku körfubolta, einhvern veginn er bara á króknum, bara síðustu, ég veit það ekki, 7 ára eða eitthvað. Já, ég meina allt annað en titill er náttúrulega bara
hræðilegt. Þú veist, ég meina þeir ráku Benna Gumm Já. sem að rétt tapaði titlinum. Já, þú veist, þeir eru með Basil, Batmus, Drungilas og hann Serbansson með sem frábær leikmaður. Já. Þannig að það og svo hér Íslandingarna með þeim, þetta bara Já. allt annað en titill bara, þú veist, lélegt hjá. Hvað haldið þeir mun tapa mörgum leikjum á tímabili? Ég held að þessi Evrópukeppni gæti skemmt fyrir mig. Ég tippa það IR vinnur á föstudaginn, sko. Heldur það? Ég held það. Þeir leika í Gimli. Já, Það eru 3 gæðir sem leiða með umboðsmann, sko. Það er bara mín tilfinning. Ég líti að vera rétt á henni. Þú hefur rétt á henni, en ég held hún sé samt vitlaus. En ég held að þið verði topp 2-3 Já, og hvort þið tapir 4-5 leikjum eða eitthvað. 5-6 leikjum. Já. Það verður eitthvað svona Já, já, meðsli út af Evrópukeppni og álægi og annað eins og þá bara Batmus var svolítið meiddur með Valsins tímabili eitthvað, hnén og... Svo, það er þvílík press á Arnari. Hann náði aldrei að ýta sig línu með Stjörnuna. Meni. Svo þarf hann líka að gera eitt. Hann þarf að, bæði hann og Basil, þeir eru í sömu stöðu. Basil þarf að vinna. Jep. Það er alveg komið tíma á það. Annars verður hann bara þekktasti lúser í íslensku körfubolta ef hann næri ekki að vinna titil. Já, eða þá sko, hann þarf að koma stimplinum sem hann er already komið á hann, af sér. Já. Eða ekki? Eða ekki komið á hann stimpil? Bara 100%. Ég maður þegar við fórum í Oddalega mútið Val, hann var bara algjör non-show, sko. Hann var bara lítill, ég sá það bara á honum, sko. Jep. Þetta er sem sagt í röð, sko. Ég er með Jakob í 3. sæti. Og ég meina, ef þið horfðu á KR-þáttinn hérna sem ég veit þið horfðu á, þá náttúrulega bara hefur ekki verið körfubolti í Vesturbænum í hvað, einhver 4 ár eða eitthvað. Þeir hérna fjallu og svo komist þeir upp og svo komist þeir ekki í play-offs, þannig að þetta væri þá 4. árið þar sem að það er bara ekkert að frétta í Vesturbænum. Maður svona, þú veist, þeir voru bara vanir því að það sé bara finals. Nú komast þeir ekki í úrslitakeppni nokkur ári röð. Við mætingin og leiki hérna, þá þyrstir fólki það að ná árangur. Það þyrstir ótrúlega og stjórnir sem eru svona margir í yngri kantinn, þú veist, þeim þyrstir í það líka. Já. Og mér finnst bara mjög mikil pressa á Jakob að leyfa fólkinu að dreyma, skiljum. Að leyfa fólkinu að fá play-offs körfubolta og eina og vonandi 2 alvöru seríur. En þú veist, ég veit að það eru 2-0 en mér bara líst ekkert á það. Þeir munu starta þegar tímabilið örugglega 4-0. Já, það er ekki ólíklegt. Með þú veist, leikjaprógrammið, en ég held að hann muni tvíka svolítið í liðinu. Já, ég held að líka. Í framhaldinu einhvern tímann. En eru þið ekki sammála þessu? Það sé bara... Jú. Já, þú veist, hvernig skilgreinir árangur fyrir KR? Þetta að fara í úrslitakeppni núna? Já, það er að sko að fara í úrslitakeppni og tapa hetjulega 3-2 í 8 úrslitum. Okay, þá myndi ég segja, við getum byggt á þessu. Já, en að ná 7. og 8. sæti og láta sópa sig 3-0, þá bara, þú veist, alls ekki árangur, sko. Já, hann fer með á úrslit í bikar í fyrra, þú veist, ef það er eitthvað, ég meina... Já, það er eini leikurinn á þeir eru unnu Stjörnuna í undanúrslitum og það strókaði það út 2 mínútum setna þegar þeir voru búin að tapa hálfleik, sko. Já. En það er eini leikurinn sem ég man eftir hjá KR sem er bara svona, wow, vel gert maður. Impressive. Já, það fjall bara á því fyrir að vera of lojal kannan sínum. Já. En þeir eru sammála þessu? Já. Ef þeir ná ekki play-offs, ég meina, er það ekki disaster? Já, það er disaster, með príma Íslending í tóta, íslensk kjarnin KR er flottur, sko. En er bara lífið orðið þannig núna á Íslandi í körfubolta að KR er bara, þú veist, lenda í 7. sæti, tapa 3-1 fyrir Tindastól og menn bara fara í sumarfrí og, hey, we try again, þetta var fínt, við erum miðlungs. Já, þegar liðið er ekki betra en raun ber vitni, sko. Ég meina... Þá lítar væntanlega á eitthvað svona budget mun á milli liða, fela sér bak við það. Já, þarf þá ekki bara að fara að eyða meiri pening? Jú. Þetta er ekkert eitthvað hræjódýrt lið, sko. Þú veist, Tóti kostar eitthvað og, þú veist, þó þessi Serbi sé ekki að heilla minnet rosalega, þá er hann með fína feril. Þetta er enda kanni, beintu college og allt það, en þeir eru samt alveg með... Mér finnst þeir með ágætslið, þessi fyrst 2 leikir hafa verið bara ekki góðir, sko. Nei. Þeir slítar sem fara orman í hálfleik, sko. Ég veit það. Og þeir náttúrulega bara... Það er 3 leikta í rauninni, sko. Og þeir merja Stjörnuna með alla komna í villuvandræði og meiðsli, sko. Já. Heyrðu, svo erum við komin út á Álftanes. Ég var nú ekki með Kjartan Atla á þessum lista, en ég var leiðréttur.
af sérfræðingateiminu baksviðs. Ég var með Lalla Jóns á þessum lista, fekk svo mynd af Lalla Jóns með Íslandsmeistaratitilinn og börnin sín og sagði takk hann af listanum vinur. Enginn á þessum lista hefur Jóhann unnið sem þjálfari titil? Nei, Nei, ég held ekki, vinnir ekki. bara svona, já, þannig ég tók Lalla út, ég hlustaði og hérna þessi sami aðili sagði 2 milljarða lið Kjartans Atla þarf að fara að vinna eitthvað. Já, það eru margar rangfærslur í þessu en sko, hérna, ég myndi segja ef þú ætlar að hafa Kjarra þarna, eða Kjartan, ætlar að hafa Kjartan þarna, til dæmis, þú veist, akkur ekki Rúnar Ingi þarna, sem tapar í fyrra í playoffs nokkuð sannfærandi. Rúnar Ingi ekki með byrjunarliðsleikmann landsliðsins til 10 ára í liðinu sínu, hann með Veigar Pál. Já, hann samt með Dwayne Lautier sem hefur verið talin bara besti bolsmann deildarinnar. Þú veist, hann með prúven leikmenn í Milka og Mario. Ok, allavega, ég ætla ekki að fara, en allavega Kjartan, til dæmis í fyrra, gerir mjög vel, að mínum mati. Þú veist, við erum bara nálægt í að komast yfir í seríunum á stólum. Við vinnum Njarðvík bara mjög örugglega, þú veist, sem voru næstu orðnir deildameistarar. Og hann outcoachaði þar bara Rúnar og félaga. Þannig að þetta einhver pressa á að ná árangri en það ekki eins og til dæmis í, þú veist, Grindavík eða Tindastól myndi ég Allt annað finals hjá Álftanes þú veist. Eru þeir ekki góðir að væntingastjórna? Já, bara með liðið sem Álftanes með, bara að fara ekki í finals með þetta lið yrði svekkelsi, finnst mér. Já. Þeir horfa á potið og þeir eftir að bæta við sig öðru manni meira að segja, sko. Þeir eru með byrjunarliðs landsliðsins í Hauk. Haukur bara stærsti íslenski prófíllinn í deildinni, eða ekki? Jú. Bara by miles, flottast, þú veist, þegar hann heill, þá hann bara bestur. OKG búinn að vera frábær. Já. Allt í einu hann búinn að bæta einhverju jumper við sig núna, finnst mér. Ég veit ekki á móti kannski Tossabekk. Tossabekk. Þarna, svo með góðan kana. Já. Mér veist, hann kraftmikill. NBA-kani í fyrra og ég meina, þú veist, ég veit ekki hvað þessi kostar, en ég meina, þetta ekki einhver gaur sem að skríða inn úr einhverju college, fattar við. Þannig hefur alveg verið á roster í NBA og eitthvað. Já, svona naut traustun á ekki. Já, hann helvíti flottur. Auðvitað stefnan sett á titilinn, ég held að það sé alveg... En ég ekki að segja Kjartan Atli, þú veist, að það sé bara eitthvað svona pressa að þú veist, skiptum þjálfara vinnur ekki titil. Ég bara svona að segja að þú veist, það samt bara þannig lið núna eftir að bæta Sigga P við líka og eitthvað, að það einhvern veginn svona í fyrra undanúrslit ef það ekki allavega sama og í fyrra, skilurðu, að það bara svona gríðarlega vonbrigði fyrir ykkur allir kringum liðið. Þú veist að taka early exit í 8-liðið eða... Hann bara búinn að byggja upp það sterkt lið, þannig að væntingarnar eru orðnar háar með því, þannig að þú veist, það bara vel gert hjá honum, en það líka að höndla þær. Hann búa til þessar væntingar að mörgulega sjálfur bara, hann sækir Sigga P sem bara mjög vel gert, það var mjög eftir. Já, og Hilmar. Og Hilmi og hérna bara búinn að setja saman hörku lið og ég held að, já, hann bara búinn að gera mjög vel og leggur, veit ég, bara mjög mikla vinni í þetta sem að, svona ég set alveg spurningamarki við hjá öðrum þjálfurum deildinni, sko. Já, þetta góður punktur. Svo eru þeir náttúrulega með, í 8. maður liðsins náttúrulega með á 100 landsleiki, sko. Í Rakanat. Ég held að það hafi verið sniðugt pick-up. Ég meina, það ekki mörg lið með mann sem á 80 landsleiki sem 8. mann. Nei, hann getur alveg, hann hefur sýnt það alla í fyrstu 2 leikjunum á hérna... Hann ætti svona 4 landsleiki og hann þyrfti ekki að dekka Tryggva á æfingum. Já, við erum að sjá revenge season núna. Svo erum við að tala svona í 5. sæti, Daniel Guðni. Ég meina, hann kominn í lið þar sem að með Jaka Brodnik eru 5 erlendir leikmenn, þú ert með Hilmar Pétur sem svona fullt spunnið í og aðra sem ég nenni ekki að telja upp all liðið þeirra, en þú veist, vond season í fyrra, það budget þarna, þú veist, maður hélt eftir fyrsta leik að, þú veist, einhvern veginn, ok, lúka allt í lagi einhvern veginn og svo faraði norður og einhvern veginn svona komast þarna 15 stigum yfir 10-15 stigum yfir í byrjun og svo bara búið. Já, ég var næstu búinn að senda sokkinn heimtíðin þarna með póstið þegar þeir voru komnir 12 stigum yfir í fyrri. Þú sagði að Keflavík myndi vinna, ekki? Já, eldist vel. En hérna, já, ég svona að því að líka Daniel Guðni, þetta gekk ekki með Grindavík, þú veist, þetta gekk ekki með Njarðvík og það eru alveg
þú veist, Hilmar Péturs villega eitthvað svona revenge tímabil. Já. Það eru gaurar þarna sem hafa eitthvað að sanna, sko. Já. Þú veist, og þess vegna held ég að það er alveg grundvöldur fyrir því að ná árangri þarna. Hver er árangur í Keflavík? Núna, ég veit, Já. Ekki 4., 5. það er svona 4. og 5. Fjórða, sæti fimmta, og já. komast í undanúrslit. Já. það Menn eru ekki að tala um titla núna. Nei, þú veist, nema þessi hérna Ísraels rússi hérna sé bara einhver stórkastlegu leikmaður, sko, en ég veit ekki, það er eitthvað í Keflavík núna sem mér finnst þér off. Já. Mér spilaði með sko hjá þeim, svona, ég horfði á Tindásleikin og svona, mér finnst þér ekki skemmtilegir, sko, og Nei. ég Þetta er meiri iðnaður, samt, Já. símuna, og Kanye er meira ógeðslega svona mjúkar hreyfingar, svona, ég er bara svo fastur í því, ef ég er með amerískan Kana Point, þá verður hann að geta skotið, já, annars nenni ég honum ekki, þessi getur ekki skotið, nei. Nei. þá svona, Þeir vissu þar svo sem alveg þegar þeir tók hann, hann var ekki með góða, hefur aldrei verið góð þryggjastaskipta. Nei. En, Þetta er svona þú veist, sækja korfuna úti. en nú var Daniel Gunni eins og að þjálfa Grindavík, ég meina, hver á svona þín reynsla af, þú veist? ég var, þú veist, ekkert í kringum hann eða neitt þá, sko, en En eru þið ekki jafnaldra? hann er einur yngri, Já. hann tók Sethli Day minni mig, Já. fór í byggjurúrslit, Já, hann var með þarna Okocha eða eitthvað. já, en Já, Ivan Orkuchea. hann var með, við vorum Ég er með, ekki að meina hann. vorum með Dag Kár, Sitri Gardnar og Yngva, Já. og til byrjónliði, Já. það var bara eitt bolti, sko, Já. Það er eins og að vera með 3 framherja já, í 7 manna fótboltaliði. ég hef einu sinni verið fúll út í Danna, þegar Terrell Winston var í Njarðvík, Já. Danni var með hann í Njarðvík, Já. og sögurnar sem ég heyrði að Terrell Winston væri bara, Haugur. var bara algjör gerpi, sko. Svo sænar Dannan til Grindavíkur Já. og þá hringdu viðvörunarbjöllur hjá mér, þú veist, hvað er þetta að spá? Þeir voru einhverju félagar. Já, en hann kom svo í ljósa, þú veist, hann reynda meiddist og svona, en maður heyrði það að leikmenn Njarðvíkur hefur hlegið þegar Grindavík sænaði hann, sko. Hann var það leiðilegur, sko. Já, En þetta var águst leikmaður, en Sá leiðinlegi. þetta er svona þjálfari leikmaður samstarf, svona Matti og Kínu Rockford, eitthvað svona. já, Kemur í eitthvað podcast hérna með mér. Sko, ég hérna, hvað á ég að segja? Mér finnst þetta svo, þú veist, ég spilaði með Danna 1 ár í FSU og hann er þvílíkt næsgaur og hann er klárgaur. En bara því miður, þá er bara þjálfun alltaf bara performance based. Ég er líka ógeðslega fínn gaur, ég var svona rekinn, skilur við. Og veist, og áttir að skilið. já, at that point, já. Já, þú ert Því að fínasta þú veist, ef þú manneskja. bara tapar, þá súrnar hlutir og þú verður rekinn. Og ég man að Danni var ekkert rosalega ánægður þegar Grindavík slaufuðu við honum samstarfinu og réðu Jóhann inn. En sko, eins og þú segir, sko, þú veist, hann verður að ná árangri og fyrir mér, þú veist, mér finnst bara svona, með að við væntingarnar í fyrra þegar Pétur var látin fara, ég meina, að vera á svipuðum stað og Keflavík var í fyrra þegar Pétur er rekinn, er það ásættanlegt í Keflavík núna? Er svona spurningin mín. Þú veist, eitthvað svona miðja deild, eitthvað er í vinnslu, þú veist samt ekki hvað er þakið, skilurðu? Þú ert með Jaka, þú ert með 4 erlenda leikmenn með honum, Já. Hilmar, Péturs, þú veist, þú getur ekkert verið í 8. og 9. seti með þetta, með þannig mannskap, þess sem ég er. Þeir fá Bríðir núna ennþá, eða Bríðir, hvað er að segja? Þeir fá ennþá andrými, slaka núna, af því að þeir fara og spila mútið Tindastúrsliði sem er eiginlega svona tilbúið. Já. Vitum alveg hvað þeir eru. Já, en þú Þeir veist, tapa með 20 núna, allt í góðu, en ef við erum ennþá bara eitthvað í janúar í þessu, þá eru þeir ekkert að fara neitt, sko. nei, og það er alveg verið að, þú veist, það er verið að setja í þetta lið þó að, þú veist, menn sé eitthvað með þetta við lið á seinstímbili, það var náttúrulega bara rugl, þú veist, 20 útlendingar og allir drulludýrir, sko. Já. Þú veist, þessir útlendingar sem er verið að sækja núna, þeir eru, sko, eins og þú sagðir, eru með 5 útlendinga og Hilmar Péturs, ég veit alveg að þetta er ekkert ódýrt lið og þessir útlendingar eru úr ágætis hillu líka, sko. Já. Þú veist, þannig að ég held að þetta sé svolítið bara síðastu séns fyrir Daniel Guðna, sko. Þeir eru samt ekki úr þessari frægu Proven in Iceland hillu, sko. Nei, sem Grindavík fór beint í. Já. Nei. Það kemur í ljós. Hvað er Keflavík núna, helgina? Föstudaginn. Þeir eiga... Ræðum það á eftir. Já. Heyrðu, ok, hendum okkur þá í bara leikina á morgun og við ætlum að ræða þetta bara út frá
stuðlum og bara hvað ég að fara að tippa á til dæmis. Því ég ætla að minna hlustendur og áhorfendur á að seðillinn minn vann í síðustu viku sem að fimmfaldaði peninga þjóðarinnar. Þannig að hendum fyrsta seðlinum bara á. Þetta official run and gun seðill vikunar sem að gefur næstu því 7-földun. Sko, byrjum bara á því að tala þessa leiki. Og þú veist, þið eru með eitthvað af þessu inni hjá ykkur líka. Ég meina, sko, ég held að Njarðvík sé að fara að taka easy win upp á Skaga. Ég held það líka. 10+, 10-15. Er það ekki það? Jú. Þessi þungi Amerikani hendar Milka Já. að fara að hnoðast. Hvað hendar svona Milka? Þú veist, ég hugsaði bara eftir þessu fyrst 2 leiki, hann tók 4 skot í síðasta leik. Já. Ég hugsaði bara, býtu, hvað er hann gamall? Er pabbi tími mættur að banka? Já. Nei, hann er 33. Já. En það er vissulega rétt. Þeir, Fer samt ekkert inn í teig. nei, það er bara Skaga kaninn, minna ég. Nei, hann stendur bara fyrir utan 3. Já, true. Það er out of shape, hann ennir ekkert inn í teig. Nei. Þeir geta ekki haldið þessum gaur. Nei. Ég veit að það búið að vera umræða drulli fólka eins og Ómar Sævars. Ég var rósa Ómar Sævars, hann var nú beittur í síðasta þætti, körfuboltakvöldi. Sammála því. Svo er búin að umræða hvað menn eru grimmir að vilja að láta reka menn og svona. Þú veist, þetta er bara augljóst, þetta er ekki hægt. Já. Menn eru að æfa. Góða sko, fólki sem röflar á internetinu, það kann ekki að hlusta á Spotify, né horfa á YouTube. Það kann á spjallborð og kveiki á sjónvarpi, en það er ekki nógu djúpt til þess að sjá og hlusta á þennan þátt. Langar mig að mínu fyrrum félagi í Skaganum, ef þeir ætla einhvern séns, þá geta þeir ekki gefa á Gói Sumsum í 12. hvert skiptið. Hann þarf að fá boltan í 4. hverju sókn. Nánast í hverju. Hann er ógeðslega góður. Ég held að sá Gaur fái samning á næsta ári. Já, 100%. Og það var bara svo, þetta var svo töðnar mér. Þótt að ég hafi haldið mig Grindavík. Ég var hugsað á, þeir að vaði einhverja vitleysu 10 svona í röð, hann snertir hann ekki. Svo Grindavík byrjar að dobla niður. Og besta sem þú gerir ef þú ert sniður í körfubolta, það er að byrja að dobla niður, aukasending út, drive, aukasending, þá ertu komið með, það er veisla. Þú verður bara að láta hann fá heilis boltan. Já, hann var 11-16 í skotum í senasta leik og hinnir að fýta mjög vel af honum. Já, hann er bara góð. Ástæðan fyrir að Styrmir kannski og Kristófi Gísla eru góðir í senasta leik er líka bara að því að hann er að opna völl. Já, svo er hann svo skemmtilegt. Ég fæ svona nöfn á heilan, Gói Sumsum. Ég er búinn að vera alla vikuna bara, ég spilaði 2010 með Serba Mladen Sokic. Það er hvað sem er Mlad. Þannig ég var bara eftir æfingar heima á kvöldin bara hann svo bara Mlad. Vitið þið hvað menn í Breiðholti kalla Georgíumanninn? Já, mango. Mango chutney. Já, mango chutney, já. Mér finnst það geggjað. Ég ætla að stela þig og nota það. Já, mér finnst þetta gott. Já. Gói Sumsum og mango chutney. En það er ekki eins og Njarðvík samt sé eitthvað frábæri. En samt ég gefði þeim að þetta er góðu stuðul. Er það ekki það? Þú veist, og já, ég, seinasti Njarðvíkurleikur bara hörmung, sko. Já. Þetta var algjört, sko, meltdown. Bara leikurinn heilt yfir var náttúrulega ekki góður, ég er ekki að segja það. En bara villvandræði á IR og Rafnir inn á skilur allt overtime og þeir eru komin 9 stigum yfir. Þetta er bara martröð að tapa niður á einhverjum 2 mínútum 9 stiga fórustu á heimavelli, sko. Já, og ég, Milka og Mario tóku veldi saman 7 skot. Já. Og ég verð líka bara að setja spurningamarki í það þegar að IR eru undir og þurfa að körfu. Boltinn er í höndunum á Falkó. Það kemur hátt bólskrín bara upp á miðju. Og Milka stendur náttúrulega bara hann undir körfunni í droppurutinu sinni. Falkó fyrir auðveldast að leiða upp sögunar. Já. Og Milka ekki búin að geta neitt í leiknum. Í fyrsta leik, akkur hann er inná í þessu scenaríói. Og svo kemur þetta furðulega leiklið sem Rúnar tekur og hann ákveður að advansa boltan. Þannig að IR fær alltaf loka sóknina. Ég sá það í viðtalinu til leik, hann vissi á þessu sökina, hann bara vildi ekki viðurkenna það. Nei. Hver var pæling? Stressaður eða eitthvað, því að Rúnar er alveg mjög svona körfubolta, hann er körfuboltari og pæla. Veistu hvað, mér fannst tapið svo leik. Njarðvík eru 3 stigum yfir, Veigar tekur innkast á miðjunni, kaninn er opinn, hann er að reyna sendingu á miðjuna á Klónar að stelur honum og fer í lay-up. Og þeir fara í lay-up niður í 1. Ég held að hefur náð innbandur, þá hefur náð einhvern veginn að sigla svo heim held ég. Já, ég meina, er ekki ágefni að Njarðvík tapi
leik á móti IR þar sem að bæði eru 9 stigum yfir og Veiga Páll skora 30 og Láti með 30 sko. Jú, en það sem ég að spá í samt, strákar, líka bara með hennar skagaleik sem ennþá bara prísaður svona og bara það sem ég að spá þannig Njarðvíkurliðið alveg, það alveg 4 og hálfur góðu körfuboltamaður þarna. Þeir eru með Og þetta segir know-how bara 5. líka. Og bara svona, þetta alveg svona það sem maður myndi vilja lenda í bæði sem leikmaður og lið og þjálfari, eða bara svona, þú ert búinn að tapa 2. Það eitthvað ekki að ganga. Þú átt Skagan næst með fullri virðingu á útivelli með Kristó Gísla og Styrmi og Lucien alla í 20 mínútum, skilurðu. Bara svona, ok, við mætum á það og við tökum hennar leik með 15-20. Annars bara, Rúnar Ingi ekkert að fara að fjúka, sko. Nei. Það bara, Nei, alls ekki. Kani heim, Julio De Assis heim, öðruvísi point guard heldur en þessi sem á að vera öðruvísi inn. Já. Og bara sprengja dæmið upp, fattar þau. En þá náttúrulega þetta setja alveg spurningmerki við samsetningun á þessu liði, sko. Já, ef þeir taka inn annan point guard sem betri leikmaður, þá þarf Rúnar að taka samtal við Látier. Nú hann með boltinu, þú þarft að tjóna þess niður henni. Hann gata alveg í fyrra með Shabazz. Já, og auðvitað ekki í áttilega úrslitum, skilur við. En manni líður alltaf eins og ef það eru gæða leikmenn, þá finna þeir leið til þess að spila saman. Og mér finnst þessi tvein viðurastæði hvert einaskiptið, Alistair Veiga gerði það í síðasta líka, þá fannst með Kanin einhvern veginn eins og honum fyrst hann verða að vera rólegur, hann gerir bara ekki neitt. En ég með hot take hérna. Rekið Milka. Þetta bara komið gott. Bara sitta á helgina, hann verður enga stund að finna annar lið, hann getur farið í Ármann, hann getur farið upp á Skaga og hann mun alltaf finna sér, hann fer í Hött eða eitthvað. Var ekki frábært fyrir Skagan að senda bara sinn heimtaka inn Milka og annan kann. En bara svona Góð Sumsum og Milka saman í teig. Njarðvík með Lotier og Mario sem Íslending og Veigar einhvern veginn bara svona með 30 stig, virðist bara það var ekki flúksísoni fyrra, hann bara orðin alveg hann orðin góður. Já. Það eru öll tækifæri til þess að gera eitthvað betra. Þeir eru bara ekkert að fara að gera eitthvað betra með Milka mínum. Þeir eru bara þarna. Þeir gefa sér ekki möguleikan á að vinna titil. Þú vinnur ekki titil með Milka í þessari droppu. Nei, og bara svona, maður hefur verið með of stóran, hægan, þungan center oftar en einu sinni. Þetta bara svona non-stop, ongoing vandamál sem að mun ekkert fara burt. Já. Það vita allir af veikleikanum þínum og þú veist, lausnin ekki að Mario spili 5 þegar að Milka ræður ekki við vandamáli og Snjólfur inn á, sko. Það ekki nógu góð lausn, sko. Nei, það rétt, sko. Ég bara svona, já, ég svona, ég vorkenni smá Rúnar Inga að setja uppi með þetta vandamál. Já. Forever. Já, ég svo sem alveg sammála því, en já, ég einhvern veginn, mér fannst, þú veist, ég veit ekki hvort það var stressaður eitthvað, ég þekki hann ekki neitt, sko, en mér finnst það bara, þú veist, þjálfarar vinna fyrir kaupinu í leik, sko, og þetta var alveg, það var eiginlega bara vont að horfa upp á þetta. Já, þetta var það. Þú veist, já. Á laugardagskvöldi. Á laugardagskvöldi, einmitt. Maður verið góðum gír. Já, einmitt. Og síðasti leikurinn á ofurseðilinn til að tekka inn. Já, skemmtilegu leikur. Þannig. Við værum ekki hér núna, við værum í Vegas eða Maldíveyjum eða eitthvað. Heyrðu, ok, þannig að við erum sammála þessu. Og þetta ratar held ég inn á ykkar seðla líka, allavega sigur Njarðvíkur. Þannig að förum í bara næsta leik, ekki næsta seðil, heldur bara næsta leik. Sko, eru þið sammála því að þessi KR Þór Þorláksson leikur verði 50-50 leikur eða haldið þetta sé easy KR? Nei, þetta ekki. Ég með plus 9-5 Þorlákshöfn, þannig að þeir mega tapa með alltaf 9 stigum. Já, ég held að það sé mjög sniðugt. Þetta verður alltaf close leikur held ég, sko. Já, ég... Það er alveg valjú að taka Þorláksson sigur. Já, það er valjú, sko. Ég, með við byrjunin á KR, ég fór samt náttúrulega í Þorlákshöfn núna í senstu fyrir að horfa á Álftanes í Jarðá og þú veist, ég verð bara að segja það, sko, þú veist, andleysi ef það á einhvern tímann við, sko, þetta bara orðabókarskilgreiningin á því, sko. Þessi Lukic, þú veist, ég held bara að hann væri helviti góður, sko. Hann var bara ekki spes, hann er 2,8 og getur skotið. Hann var einhvern veginn undir væntingum hjá mér, leit bara einhvern veginn út fyrir að vera veikur. Og eini sem svona impressaði mig eitthvað þessi Lanaras.
Já, með Jacob Ross líka, Nei, kannski ekki. En ekki besta leiðin til að mótivera menn? Þú tapa 2 leikjum. jú. Það þú veist, við erum að tala eitthvað svona súrt hjá Lalla og eitthvað svona. Lalli hefur alltaf skipt út, Já, ekki alltaf, skilur, en svona síðustu 2 ár. hann er haldið sempul og skipt hinum 3, Já, þú 5, veist, 3. þessi gæjar bara, þú veist, það er bara You-Go Airport listi á allt helvitis liðið. Já. En þessi, Ef að þeir fara ekki að vinna leiki, sko. þessar sko, endurbætur fyrir Sempul að fá inn innan Gontíkas. Já. Ég að sjá hann live bara því miður, sko. Hann allt og hægur, ég held að hann væri allt og gamall, svo er hann bara 31. Og bara ekki, þú veist, þetta er bara löri sem er ekki góður, sko. Tók líka lura í fyrra í Dananum hann. Já. Já, Morten Músa Búlov. Og hann var hérna, Svo tók hann Hójú Fett sem er líka luri. Já. Þessu Svo skrítið tók hann að því að Rúd Lalli Korsgaard hefur einu ekki, já. Þetta er skrítin saga svona með þeir hérna. Ég veit ekki alveg hvað hann sér í þessum gaurum, sko. Nei, af því að þeir voru bestir með hérna Mortensen liði, sko. Mortensen Callum Lawson liði, Drunga Ílars liði var líka fínt svo sem vann titil. Já. Hann er hreyfanlegu luri. Já. Sko, þannig að þeir eru sammála pluss 9-5 Já, skór eða? ég er sammála því. En þú ert samt með KR sigur á þínum eins og kemur eftir. Já, þeir merja sigur. Já. Já. Svo erum við náttúrulega komnir í leik umferðarnar. Þar er ég með pluss 4 Grindavík. Mér langa að hafa þetta Grindavíkur sigur fyrir value, en þetta er fyrir lesendur og followers. Og ég nefndi ekki að mæta á herrakvöld Álftanes vera búin að spá Grindavíkur sigri, sko. Við hefum ekki vandað. Þannig ég segi Álftanes gæti unnið með 1 til 3 stigum. Já. Þorðir einfaldlega ekki setja Grindavíkur sigur sem er skiljanlegt svona fyrst að þeir eru boðið á herrakvöld Álftanes. En ég já, þú veist, komið kannski alveg pínu óvart hvernig þessi leikur er stöðlaður, þú veist, Grindavík er alveg með dröllu gott lið á pappír, sko, en Ætti hann ekki bara að vera stuðlaður 50-50? 50-50, jú, en svona, við höfum þú veist, auðvitað hefur ekki spilað einhverja erfiða leiki til að byrja tímabili Grindavík, svo sem ekkert spilað eitthvað, þú veist, á móti Njarðvík og IA er heldur ekkert eitthvað, þú veist, eitthvað mjög erfitt. Heimavöllur gefur örugglega bara þetta advantage. Já, ég held það, og sagan okkar á móti Grindavík, sko. Mögulega. Mættir eftir auglýsingar, Já. Grindavík. Ég hef einhverja tilfinningu því ef við ætlum að vinna morgun að þetta þurfa að vera svolítið Óli og Mortensen leikur. Láta vaða, hitta vel og það sé okkar leið til að vinna það á morgun. Já, Ég er svo ræðir á hann. Við veistum matsa vel upp á móti Kane, Shabazz, en Óli og Mortensen, mér finnst alltaf að þeir eru on it, þá eru við ekstra hættulegir. Já. Svona, Já, ég er sammála, það skiptir máli að þeir sé að setja hann, sko. En ég held að ég horfi svolítið í baráttuna undir körfunni. Ég er svolítið að horfi í þetta Sempul David matchup. Ég held að sá sem ber sigur úr bítum þar, ég held að það veri sigurveri leiksins, sko. Ég held að ef að OKK nær svolítið bara halda Sempul og spila eins og hann hefur að spila, þá held ég að við vinnum og sama kannski. stóru munur Öfugt, þeim er, þú getur látið og kekja fá hann snýr upp og feysar þig og tekur þetta fárlega fallega skot sitt. Já. Meðan Sempul getur það ekki, hann verður að fá pick and roll, fá hann á ferðinni, klára vel, af því ef hann fær hann og lópar svona, þá hleypur hann bara með boltan út af. Já. Ég er að horfa á þetta líka sem einhver svona smá próf líka bara fyrir Arnór. Já, Þú veist, nú er hann að mæta góðu liði. Já. Þú veist, það er búið að setja einhver svona ábyrgð á hann. Það er Og- engin ábyrgð á hann samt Nei. með þessum gaurum, sko. Hann satt byrjar, fyrstu tóleikina ekki? já, hann er með einhverja 90% skotendingu, en það er Já, fárlegt. flest allt tróð, hann er samt á móti í, hann er svo bara einhver kallmaður, hann á móti krökkum, bara einhver Hann- kött á, hann treður bara Það er öll. líka orðin ógeðslega. Ég hló smá að Hraunari þegar hann líkt honum í Styrmi Snæ. Já, ég hló líka. En svo er það ekkert það vittlust akkurat í dag, sko. Nei, munum við ekki. Hann er búinn að bæta sig ennþá meira sem athlete. Já, Já, það er rétt. ég sagði í uppbytun þættinum að ég vildi fá svona meiri yfir og varnarlega Já. og það eins og hann hefur fengið að starta og líður eins og hann þurfi ekki að vera Já. 100% eða svona viltur og svona,
það hefur hjálpað honum, hann er bara búinn að vera ógeðslega góður. Það er ekkert eðlilega mikið power í þessum gæja, sko. Já, Hann er svo ógeðislega aggressífur, sko. svona gæðastempill fyrir pappan, sko, sem er einmitt einhver svona þjálfari, sko. Já. Góð auglýsing fyrir hann. Já, mjög góð auglýsing fyrir hann og ég held að ég er alveg sammála því að hann er miklu rólegri og yfirvegari og svona og auðvitað bara er að hitta fáránlega. Þú veist, auðvitað er það ekki sustainable að vera með einhverju 90% skotnýtingu en ég horfi samt sem að alveg í það að þú veist, ef hann stendur sér til dæmis bara á móti Álftanesi, setur kannski 12-15 stig, þá er hann verið allir vegi færir, sko, þú veist, myndi ég halda, sko. Við töluðum að hann, svona, efnilegasti leikmaður ársins, þá væri einhver titill að sækja fyrir hann. Já, ég meina, það er hann. Hver er annar í... Málið að Orri Gunn fits the profile ennþá í aldri. Hann er bara fullorðinn karlmaður fyrir mér bara... Já, en ok, hvað, hann er fæddur 2003. Var það ekki Halldór efnilegasti 25 ára einhvern veginn? Raheem Sterling eitthvað 30 ára í Premier League, en já, þeir eru nokkru þarna, ef Styrmir ætlar alltaf áfram að spila og ef Kalli fær trösti í val, þá held ég að þetta verði á milli þess nei. Þú og Kalli eru stundum saman í flaði, það ekki? Já, ekki fyrir. Þú ert mikið að name-droppa hann. Ég finn fyrir tengingu. Þetta er svona flabrósar. Ok, það er alltaf lagi. Já. Hérna, sko, tökum næsta seðil núna. Þetta var minn seðil. Menn elta hann bara ef þeir vilja vinna. Þetta er næsti seðil og þetta er seðilinn þinn. Já, þetta er minn. Gunnar. Já. Þú ert þarna með Ármann plus 28. Hvað er að frétta þar? Já. Eru búin að tapa illa fyrstu leikjunum? Ég er búinn að taka plussi núna alltaf. Já, þú veist, nema náttúrulega á móti Álftanesi eða eitthvað, þar sem hann var, þú veist, eitthvað, manna ekki. En ég tók plussin seinast og mér langaði að berja alla hérna í kringum Ármann þegar ég sá að kaninn var ekki mættur. Af hverju er hann ekki kominn? En hann er ennþá ekki löglegur fyrir morgundaginn, já, sko, með við liðskipan á KKÍ sem að, það eru up to date. Já, það er up to date. Sjátt á Hörður Unnsteins. Já, einmitt. Valdi hvað þetta er dýrt. Jöfull, er þetta lúseralegt? Byrja tímbil og þú ert ekki með klártlið og þið vantar, okkur eru að býja eftir einhverju annar reki leikmann og þeir geta pikkað hann upp, þannig að þeir þurfi ekki að borga þetta gjald. Ég held að málið er að þeir eru ánægðir með, hann er góður, þeir vilja hafa þennan, fattar. Já, en þeir geta bætt við einum viðbót. Já, þeir getur bætt við Bosman. Okkur eru ekki með full lið. Þetta er bara rándýrt. Já. Ég veit að þeir reyndu við Julio De Assis. Já, ok. En af hverju þeir eru svona lengi að þessu? Ég veit það ekki. Það er ekkert eðlilega pirrandi hvað þeir eru lengi að þessu. Það er galli á umsókninni eitthvað. Þeir fá ekki einhver gögn frá Slóvakíu eitthvað. En þú veist, come on. Þetta er svo lélegt. Þeir sænu það hvað í júli. Já. Sko, og hérna... Það tók reyt í síðasta þætti. Já, þetta er ógeðslega lélegt og hérna bara vanvirðing við deildina. Og ég held samt að minn maður Daniel Love hann karriðaði á móti Valsliðinu sem að skiptir á öllu, já. Þetta var helviti góður. Nei, hann skoraði einhver 20 stig í seinasta leik. Ég ekki vann með hann. Er hann að mæta á herrakvöldið? Nei, ég held að hann mæti bara Hax. Hann er nefnilega mjög vinsæll á Álftanesi. Mjög vinsæll, sko. Valur vinnur hann leik, en hversu mikið firepower er í Val til þess að slátra þeim, en þeir gætu að bjúsa þá inn í teig. En þú tókst mínusinn. Ég tók sénsinn. Já, þú ert mínus 28 Valur, þú ert plus 25 Ármann. Ég get ekki tekið mínus... Það er alveg fáránlegt, sko. Nei, ég bara get ekki tekið mínus 28,5 á lið í efstu deild. En þetta er lið sem... Já, þeir get ekki neitt, ég veit. Þeir lentu 30 stigum undir á móti. Ég er eiginlega valsmegin með manna, ég ætla að kalla það manna. Já, mátta. Af því að Valur spila vörn, sko. Og þegar þeir ná þessum stoppum móti Ármann, þá geta Valur lélegir að skora halfkort. En þeir munu fá svo mikið af open floor körfum, skilur við, bara út af stoppum. Þeir eru búin að tapa fyrstu 2, þeir verða að vaða í þennan leik bara all in, sko. Já. Mér finnst Valur bara ekki vera lið sem vinnur í liði með 30. Nei. Sama þó þessi Ármann, sko. Ég er reyndar að tapa einu sinni betti. Æ, við þurfum að gera það. Hvað sagði? Hérna, sko, ok, við erum ósammála þarna. En það er bara allt í lagi. Þú ert með Álftanes þarna, við þurfum ekki að ræða það frekar. IA leikurinn undir, það er fyndið að því að Skaginn er búið að skora 100 stig í báðum leikjunum. Já, þarna held ég að Njarðvík muni stoppa blæðinguna aðeins. Ég held að þetta verði svona pínu luralegt eitthvað með Milka og hérna Kóart og Sútsum og
Mario og Julio og alla þessar gaurar, sko. Mario, Julio, Zoom, þetta er eins og bara, þetta er eins og vond pluss 18 ára mynd. Já, ég held ég held að þetta getur orðið svolítið lörulegt. Ég held að Njarðvík muni aðeins gera það sig í bróki í þessu leik. Það er svona ég held sé ekkert öruggari í þessu lífi en að Dwayne Lottier verði með 30 stig. Ég sammála því. Þetta er þannig leikur. Það er að fara að búlja einhvern veginn. Þetta er mjög búljanlegt lið. Já. Það mun líka fá villurnar á móti, villurnar sem að Kane, var ekki dæmdur á Kane. Breyttu því í Styrmi Jónasson, einhvern útlending sem engun hefur séð og Kristó. Það eru bara komin með 5 villur. Það er bara 20 víti á Lottier bara af því að þeir heita það sem þeir heita. Sko. Já, það er rétt. Þannig að, heyrðu, ég ætla bara að vera sammála þessu. Ég ætla ekki að taka þetta. Fáum þá næsta, Einar. Og það er sá öryggi. Það er þinn. Já, með 2 í stöðul eða eitthvað. Nei, hann er með 5. Þú uppar svolítið áhættuna með þessum vals mínus. Já. Þú ert að taka... Ég er að taka séns að Valur búlja inn í teig. Þeir eru svo léttir, sérstaklega eftir að báin er átt. Það sem að stingur mig hérna er að þú ert að fara á móti þínum mönnum í Grindavík. Já, þetta er bara einhver tilfinning sem ég hef. Mér finnst, ég veit ekki. Væri hollt fyrir Grindavík að tapa bara? Já, það fer bara ef ég lefti frammistöðinni. Já. Þú veist, það er ekkert skömm að því að tapa úti með 2 á móti Álftanesi og við erum, eins og segja, við erum ennþá í smá prísíson ferli, sko, meðan ég held að Álftanesi eru komin aðeins lengra. Mér líður eins og Grindavík sé svona mannskapur sem að svona væri ekkert rosa hollt fyrir að byrja 9-0 eða 8-1. Já, ég er sammála því. Veistu hvað ég meina? Já. Þetta er svona mannskapur sem verður einhvern veginn áður en að... Þeir verða aðeins að söffera, sko. Þeir verða að fara í gegnum eitthvað erfitt saman. Já. Kane og Sempul þurfa að lenda á einhverju vegg og rífast í einhverju leikjum og handsala það svo vera vinnir. Já, og mesta brekkan hjá Shabazz fram að play-off má ekki vera það að þjálfarinn hafi talað illa hann á íslensku eftir sigur á móti Skaganum. Já, þeir skora 40 stig. Það má ekki vera mesti mótvindurinn hjá Shabazz. Haldið að vera eitthvað skrítin orka út af þessum skilabóðum sem Jóhann. Nei. Það er aldrei að hafa einhver áhrif eða. Hann var bara, mest af öllu var hann bara ósáttur með spilamennskuna og flæðið í öllu þessu dóti og hann bara kom að því áleiðis. Já, komið áleið. Þeir eru ekkert að horfa á körfuboltakvöld, þannig við veitum ekki Nei, ábyggilega ekki, sko. Eru við meitt seðileg viðbót? Ég finn nú ekki svo hart að Ómar Sævars vildi bara reka Shabazz. Af hverju vildi hann það? Ég bara hendar ekki liðinu. Þetta er helviti grimt eftir þessi framistöðu og miðað líka hvað er erfitt að detta á góða leikmenn. Hvað vill hann taka þá öðruvísi kanna eins og er í Njarðvík? Já, ég ætla bara að segja. Sótt hann. Ég held að bæði... Ég get þetta ekki afrætt. En Njarðvík tækja orð glaft. Njarðvík væri alveg til í Shabazz. Já, 100%. Þetta er erfið, menn talaðu alltaf um að Bosman stórikallinn sé erfiðasta staðan. Já, það er mjög erfitt einhvern veginn að finna nógu góðan stórumann, en það vita allir hver er nógu góður stórmaður. Hreyfstu smá, 20 stig, 10 fráköst, ver hringinn, þú ert bara góður. Ég veist, okkur heldur að Grindavík er bara með leikmenn sem hefur ekki gengið síðustu ár að detta á góða leikmenn, þannig að það var bara að fara í safe leiði núna. Já. En þú veist, góður amerískur point guard, við ræddum þetta svolítið þegar við vorum með Fal. Þú veist, góður amerískur point guard, ég meina, hvað er the perfect fit, sko? Þú veist, þú verður að geta skorað bunch, annars ertu ekki nógu góður. En ef þú ert einspilari frá helvíti, þá ertu súr, fattarðu? Þú verður að geta spila einhverja vörn, en samt, þú veist, má varnarleikurinn ekkert vera eitthvað þinn helsti styrkleiki, skilurðu, af því að þá ertu eflaust ekki nógu góður hinum megin eða þú ert á Íslandi. Shabazz er frábær on-ball-varnarmaður. Já. Að mínum að mér finnst hann besti on-ball guard-varnarmaður í deildinni, sko. Já. Point guard, þú veist. Það er bara svona, þú veist, hvað er nógu gott fyrir menn, fattarðu? Já, ég skil þetta ekki alveg. Við erum búin að gagnrýna Basíl, við erum búin að gagnrýna Shabazz, Avarett, þú veist, hver eru fleiri kana point guardar hérna? Þór Þorláksson pointinn. Já, hann er ekki, he's not in the discussion. Nei, hann verður að vera lúksus skorari, þá hugsa ég alltaf um Remi Martin og Vinny Shahid. Þú veist, þeir einspiluðu ógeðslega mikið, spiluðu enga vörn, en voru það góðir í sókn að menn litu fram hjá því að þeir höfðu þessa veikleika að vera einspilarar
og spila ekki vörn, Já, fattar mig. já. Og svo einhvern veginn, já, Pargo, ég meina, Pargo bara orðinn gamall og bakveikur. já, þú veist, Devon Thomas, frábær í byrjun einhvern veginn, bæði í að skora og deila boltanum. Kane brautan bara held ég. Og svo bara, þú veist, fór hann allt í einu ekki hitta. Ég veist, þetta er svo erfitt, sko. Þetta er svo erfitt að einhvern veginn Þetta er svona, finna the perfect fit. Það er bara ekki hægt, sko. já, það er alveg rétt. Perfect fit er eiginlega bara, hérna, Fullkomnasti point sem ég hef spilað með er Jordan Watson. já, hann var nú orðað við Grindavík núna 42 ára. Já, hann var ógeðslega góður af því hann vildi bara vera point guard. Hann var reyndar liðið sem voru með 2012 bara fárálegt, sko. Hann elskaði að geta bara point, Já. en ef það var eitthvað vesen, það var ekkert mál fyrir hann að skora. Hann gat dræfað, skotið, frábær varnarmaður, Já. en það er hann bara búinn að vera í háum deildum síðan sænaður til Rúmeníu. Einmitt. Mér finnst líka þarna Glyn Watson sem að var í Já. Hann er Þorlákshöfn. alltaf bara að spila í Euroleague. Hann spila í Euroleague í dag. Bara með alvöru tölur, sko. Úst, hann var svona líka, svona svipaður og hinn Watson. Já, Einhvern veginn svona gat alltaf skora þegar þess þurfti. Larry Thomas mögulega líka. Já, ekki alveg maður. Ég hugsa stundum Larry Thomas þegar ég hugsa svona fullkomna millivegin. Lætur hann flæða, Já, ekkert sammála. gerist, nú ætla ég að skora. Sammála því. En þú veist, mér þú veist, kannski var Rúnar Ingi að reyna að finna þetta í Brandon. já, En þú veist, boltinn flæðir eitthvað smá, reyndar stoppar alltaf á Dwayne Lottier sem dripplar endalaust fyrir aðeins að hnóðast. hann gefur hann frá sér einu sinni, Já. svo fær hann ekkert aftur boltan. Og svo þegar hann fær hann samt aftur, þá er hann ekki nógu beittur. Nei. Alveg rétt. Já. Já. Ef ég var Rúnar, ég var að segja, herru, núna færð sjensin næstu 2 leiki, en þú verður að gera eitthvað. Hann er líka bara doesn't have it. Hann er líka bara ekki góð þryggjastæðskipta. Nei, hann Þú veist, í hverju er hann jaga skot. Þú veist, hann er með skrítið skot, hann er 1 af 6 hérna í senasta leik, DR, og nýtingin hans í Luxemburg og Þýskalandi, þú veist, þetta er 22% og 25%. Falkó, Já. point sem að virka vel á Íslandi. Já, Já. true. Haldið Góður að, punktur líka. já. Heyrðu, förum þá í glósubók Frikka Beast sem að svona er alveg smá pælingar úr þessu með okkur og við byrjum nú bara á Kana punkti og ég ætla með þess að taka, þú veist, fyrsti leikurinn hann alltaf meiðist. Hefur LaDarian Griffin spilað sem síðasta leik? Erum við að fara í eitthvað Sheriff sem var hérna í fyrra, allt of lengi, voljum 2? Finnur er bara svo þrjóskur. Já. Hann sér einhverja fegur því að vera með leikmann sem hann ætlar að pumpa í gangi eða eitthvað. Já. Hann mun ekkert losa hann strax. Nei, hann verður ekki losað strax en hann verður losað fyrr en Sheriff. Ég myndi bara losa þennan gauður og bara nota kalla frænda þinn, sko. Já, ég myndi gera það líka og ég veit að þú myndi losa hann því að, þú veist, þú ert líka bara, þú veist, ekki alveg jafn góð manneskja á Finnur en, hérna, Má nú deila um það, en áfram gag. en, hérna, já, ég myndi losa hann strax, hann er svo skrítinn, hann er klaufskur, hann, hérna, þú veist, svo tróð hann einu sinni og blokkaði einhvern í drasl Það er en einhver skrýtna ekkert meira. meðmerringar. Það er eitthvað, já, bara því miður. Já. Valur verður bara að fá sér nýjan. Svo fyrirsjánlegt allt hjá Val núna. Ég veit að þeir eru búin að vera ólsegir og þú veist, bara, og alltaf inn í þessum leikjum og eitthvað svona, en bara svona, mér finnst bara eins og þeir, þú veist, eins og þeim leiðist þeir sjálfir. Það er alltaf það sama. Ég er hættur en enn að horfa á Val. Mér finnst þetta svona bara svona leiðilegt. Já, en þú veist, samt, ég meina, þeir voru þetta lið sem kláraði þessa leiki í fyrra og hafa verið þetta lið sem, þú veist, á móti Stjörnunni, þeir, sko, bikarleikurinn hana, eða meistarana, þeir átt að klára hann í rauninni og þeir hefðu allir getað klárað þennan leik líka. Þú veist, með betri Kana, vinna er ekki bara þessi leiki. Allavega marga þeirra, jú. Já, veist, er það ekki? Ég meina, Þá ertu bara komið með mjög gott valslið aftur. já, Ef ég var í Valur, þá, þú veist, auðvitað Kári pointgarnir þeirra. já, Ég myndi samt fara í plan B. Ef að Kári gerist einhverju Kára, þá eru þeir off. Ég myndi taka Kana sem getur verið bólhandlur líka, ef það gerist eitthvað. ég meina, Kári hefur bara eiginlega verið bestur þar, með Pablo og líka Já. Kananum sem að, mann ekki hvað heitir, sem að meiddist svo, Josh Jefferson. Já, Josh Jefferson, með bara svona öðrum bólhandlir og ég meina, mér fannst þeir bestir þegar að Pablo fær leikbannið og þeir tapa mútið Tindastól í úrslitum. já. Þegar Pablo Bertona og Kári voru einhvern veginn að skiptast á að spila pick og roll, hvort sem það var á toppnum eða vængnum. Já,
Ég myndi fara í eitthvað svoleiðis pælingu. Ég held að þeir eru pottet, það er bara spurning hversu lengi þeir bíða, en þeir fara ekki inn í janúar með þennan leikmann. Hvernig finnst þér Serbin hjá Val? Svo er það kannski bara second ballhandlerinn sem að þeir... Já, ég fattaði það núna, Já. maður er haldið pínu svona austantjáls fordómum. Það Já. kemur svona Serbi og þeir ætla að reyna eitthvað svona eins og Serbin hjá KR og hjá Val. Leið og þeir reyna eitthvað og maður bara hættu þessu og átti ekki að gera þetta. Farðu að vinna í bakari. Já, þeir þurfu einhvern veginn að gera svo ókvæmlega mikið til að sannfæra mann. Ég veit það. Þú veist, maður er búin að dæma á strax, Já. bara hættu þessu. Ég man að koma einhvern tímann svona gaura til Grindavíkur og maður bara á æfingu, ætlaði eitthvað að shake og beipa. Herru, hætt þú. Já. Kani má gera þetta, ekki þú. Einmitt. Já, ég tengi alveg pínu við þetta, en ég er svolítið hrifinn að þessum Serba, sko. Já, Þessi Serb er góður, sko. Já. Er hann Serbi? Er hann ekki slóvinni? Já, slóvinni. Þú sérði líka, ég orðið að fylgjast með svona liðsfélögum, svona, hvernig þeir eru að taka í svona Já. bulli á hann og þeir virðast fungera þá. Svona, ok, hann er greinilega góður á æfingum. Já. Þeir, þú veist, hann er með leyfi í að bulla svona. Þessi gaur Ég getur fíla líka þennan gaur, einhvern veginn, hann getur fengið hann á high post og low post. Já. Svona, hann er svona eins og einhvern veginn svona stundum í sókn, er hann svona eins og ungur Pavel. Já. Á hann svona point forward lítur í kringum sig, nema bara betri að skora samt heldur Pavel ef að ekkert gerist, sko. Getur alveg semifarið einn og einn, hann er alveg fjölhæfur. Ég held að Góð sendingageta. betra stand Já. og verður hann góður. Hann gæti orðið svolítið svona, ég veit ekki, smá berskjaldaður varnarlega í play-offs. Hann er svolítið hægur og svona, og hann er náttúrulega að spila tvist, sko. Já, en hann er þetta góður, sko. Já, ég sammála, hann er góður, sko. Ég var alveg hrifinn á hann. Já. Sean Hopkins, ég er með hann á heilanum, þannig að Frikki Beast er með hann á heilanum. Ég er aðalega bara með hann á heilanum að því ég sett hann á You Go Airport lista minn og hann var einu leikmaður sem að ég fekk hatur fyrir að setja hann á þann lista. Já. Ekki bara frá þér heldur fleirum. Engin annar, það var ekki mótmynd neinum öðrum. Nei, en það er Það munu allir hinni fjúka. Er maður að fá hatur og blammir eitthvað hérna? Já. Er ég að fara bara skilabóðinu hjá fyllast eftir í inboxi á mér eða? Já, þetta grínast. Já. Ég fíla það. Út að spáði að Grindavík tapi á morgun með Já, það er að því dýrasta lið sögunar. Já, Það mætti svo að leika á morgun, er ekki allir í stuði? Ég er að jinx þetta því, þú veist, ef ég spái tapi þá vinnum við. Það er allt svona. Já, einmitt. Sko, já, ég skil vel akkur þú fegst hérna haturskilabóð fyrir þessa You Go Airport spá á Sean Hopkins sem hefur bara verið flottur í liðáltanist núna til að byrja með. Hann er með 12 stig í leik, cirka, bara basically að sé að vera búast við honum. Test á morgun. Já, það er test á morgun. Og ég get Fróðstað sem hann klikkaði eftir sendingunum frá Dúa. Já, ég hefði alveg viljað sjá hann að fara honni en... Já. En pluss mínus tölfræði, ég hef lært að skoða hana aldrei eitthvað í þaula. Jakob Falko var með, þú veist, hann var -10 í þessum leik sem þeir unna á myndi Njarðvík og svona. Ég horf aldrei of mikið í svoleiðis. Við erum einmitt að fara í þá tölfræði núna. Já. Já. Það er síðasti punkturinn. Aron Orri, hann er hins vegar pluss 12 á 6 mínútum. Já, en... Það var annar, Tómas var hann pluss 16. Já, Tommi er flottur, hann er að blómstra núna. Já. En, þú veist, ok, þess vegna var ég að tala um að MFA kannski ekki alveg í þessa tölfræði. Hún er ekki alltaf margstæk. -10. Það er skrítið. Áhugavert. Þeir fóru alltaf á svalt og rönn hérna, leið og startarnir fóru á bekki þá bara... Já, það verður þetta ótrúlegt. Þessi síðasti punktur er nú líka bara svona til þess að benda á það að pluss mínus tölfræðin getur verið gjörsamlega afskekt. Hvað, DSI mínus 20? Hann er þetta búin að vera gladaði líka. Já. Hann hefur bara verið lélur. Hann hendar ekkert inn í svona prógram. Hann var góður og reglsins með Grindavík. Já. Hann var ógeðslega góður liði. Já. Hann gætt fara út í hotn og hann var bara búið að matriða. Hann gætt tekið opna þristið í hotni kannski og setti þá í eitthvað svona strögg liði. Þá vilt ekki vera með hann til þess eitthvað að... Finnst hann líka bara vera sami leikmaður og Mario nema bara miklu lélegri í öllu. Já. Hann bara svona... Og heimskari. Svona... sama staða, svona fjarki-ish. Og þú veist, hvaða hlutverk var hugsað fyrir hann? Koma inn og leysa stórumennina af og berjast. Þú veist, hann spila 20 mínútur. Já, ok. Þú veist, var ekki góður á móti IR. En ef allaveg, eins og ég var að tala um áðan, þegar Milka var inn á þarna í possessionu sem IR þurfti virkilega körfu og hann var bara eins og belja á svelli í droppvörninni. Af hverju ekki, ef þú ætlar að nota Julio einhvern tímann, þá er það þarna. Í varnarleiknum sem að sko Njarðvík voru svo frábærir í fyrra þar sem að 4 leikmenn voru að bösta sig en samt líka sko
með bara svona vissu hver átti að hjálpa hverjum hvar af því að Milka var alltaf expósaður. Þeir voru ótrúlega mikið að hjálpa inn veikum megin frá þegar Milka var settur í pick-and-roll. Þeir voru næstum því að nexta, ef við getum sýnt það hérna á körfuboltaspjaldi hvað það er. Bara næstum því. Já. Og svo kom maður á horninu og svo Julio veit ekkert hvað er að frétta, sko. Nei. Hann er bara þarna veikum megin og Milka stendur og allir eru að benda og allir eru að börsta sig og svo hann, það vantar ekki að hann vilji, sko, að þetta er power í sem gæja. En þetta er bara allt og flókin vörð sem þeir eru að spila út af Dominicas Milka með Julio inn á, fyrir elsku Cardinals. Já, það er... Þeir ættu, eins og þú segir, þeir ættu freka bara þegar Milka fyrir út af, þá eru Julio og Mario inn á og þeir skipta öllu og berjast eða eitthvað. Af hverju ekki? Ég bara, Svo meðan við erum ennþá með Njarðvík, ég verð að segja eitt, ég ætla að vera leiðilegur. Í fyrra, þá fekk Isaiah Cotton sénsinn. Mér fannst að nýta, hann er búinn að fara eitthvað að reyna út allt einhvern veginn að fá lið og svona. Rúnar gefur nú lið, mér fannst að nýta hann ógeðslega vel, bara barðist alveg svo skepna, kötta á réttum tímbútum, setta opið skot. Núna finnst mér eins og hann sé búinn að gleypa einhverja gúmítöffarapillur. Hann er svona orðinn svo svalur og hann er, þú veist, intensity hjá honum voru miklu minna. Kristján fann að var bara fá hann hérna og hann var valla hendur upp á mótónum, sko. Ég sé mikið, ég skil ekki alveg hvað er í gangi þar, sko. Kannski komin í það eindaramma. Já, hann er ekki alveg... Mjög mikið svona sanna bara að hann væri leikmaður í þessari deildi fyrra. Já, hann stóð sér ógeðslega vel í fyrra. Núna er bara, eins og var á móti ÍR, komin í það eindaramma. Valla hægt að hafa hann inn á vellinum, sko. Ég held að hann halda hann sé betur en það sko. Já, hann er rosalegur töffari, sko. Já. En sko, svo er sko Brynjar Kári búinn að vera einhverjum 4 mínútum í leik. Snjólfur er búinn að vera einhverjum 5-6 mínútum í leik. Og manni fannst svona einmitt sko, ég veit ekki, mér var svo mikið unity í þessu liði sko í fyrra. Já, var sko. Þessi gaurar voru svona að koma inn á og bara gera allt. Já, voru svolítið að gefa allt í þetta. Og þeir létu það ganga svo vel upp að Milka gat verið á staði. Núna bara eins og að þeir séu bara konum með ógeði sko. Já, þetta er skrítið með Brynjar Karl, ég veit að hann var eitthvað. Nei, Brynjar Kára, ekki Brynjar Kára. Það er ekkert skrítið við Brynjar Kára. Nei, ég er ekki farið til þá sálma, en Það er annað podcast. Já, það er annað podcast, sko, en Brynjar Kári, þú veist, maður heyrði það bara, hans lögheimili hefði verið fært í Ljónagröfuna, eða íþrótthúsi í Njarðvík, núna í sumar, þú veist, ég veit að hann var eitthvað meiddur og eitthvað, en þú veist, þarf ekki svolítið bara að fara að gefa honum trausti í staðis að hafa eitthvað Cotton að halda hann sér bestur inn á vellinum, sko. Jú, og bara mögulega bara er hann líka smá að kannski líða fyrir það að þessi Kani sé ekki betri sóknarlega heldur en hann sé. Því að Brynjar er takmarkaður sóknarmaður, en frábær í vörn. Og ef þú ert komið með svona einhvern veginn all around Kana, þú ert ótrúlega heftur sóknarlega með Brandon Averett og Brynjar Kára sem ást fyrst, sko. Já, og bara, þú veist, Rúnar var væntanlega leitagaur sem gerir leikmenni kringu sig betri. Af því að honum fannst greinilega Shabazz ekki gera það nógu vel. Averett, það hefur engin annar verið góður þarna nema, þú veist, auðvitað var Dwayne að fara að vera góður og þú veist, Veigar er góður í þessum leik. Mario og Milka er ekki sjáanlegir, sko. Nei, og það versta er að þeir eru bara ekki að ná upp skotum eins og þeir þrífast bara á góðum point guard. Já, það er málið, sko. En málið er sko að þetta er kannski pass first point guard. Já. En það, þú veist, íslenska deildin er svo ótrúlega ekstrím með að svona spila inn á veikleikana þína. Þetta eru fáir leikir, þetta eru einföld skátinga því að það eru 5 góðir leikmenn í hverju liði og that's it. Og þú veist, þeir sjá bara, ok, það er point guard, þannig er ekki frábær í að skora. Menn fara bara undir skrín, það er ekkert opið. Einmitt, það er búið að benda á það í run and gun að hann þarf að fara heim til sín. Þannig að þeir mæta bara í næsta leik, skilur á móti IR og Boss er búinn að hlusta og hann bara, við ætlum ekki að opna fyrir Milka og Mario, við ætlum að láta hennan Kana skora, af því að hann hatar að skora. Skilur við. Og þessi gaur geti örugglega bara farið inn í bara ágætis deild í Evrópu og verið með 3 öðrum könum í liði og með 13 stig og 7 stóðsendingar í einhverjum eðlilegum körfubolta. Já, þetta er bara ekki... En svo ertu komin hingað og þú veist, bara mango chutney er settur á þig, skilur við, og bara skjóttu. Já, hvenær varstu aftur búin að reka Averett? Var það einhvern tímann í ágúst eða? Já, Njarðvík þættinum. Okay. Það verður alveg bara jólaþáttur þar sem við tínum upp úr Hugo Airport listanum og það verður eflaust enginn á honum lengur nema þið hangið á Hopkins og sjáuð eftir því í apríl. Nei, ég held ekki. Er svolítið mikið magn af bang average leikmennum í deildin okkar erlendum
Mér finnst það. Mér finnst það pínu leiðilegt að, sko, ég ætla ekki að fara út í þetta, það er efni í annað podcast. Seríu, jáfnvel. Ég nenni ekki að hafa 4 útlendinga, mér finnst það of mikið, Já, mér finnst 3 bara nóg, já. en til hversi erum við samt að lega 4 útlendinga, við erum búin að stútfylta deildina einhverju drasli. Það er svo, ég hélt sko núna að það kæmi meiri gæði. Mér finnst svo sem sum lið gera það. Ég með Stjarnan er með 4 góða Já, Stjarnan- og Tindastóll með já. 4, Grindavík. Grindavík eitt bara í 4 alvöru, skilur, Já. og eitthvað svona, og Álftanes í raun á blaði líka þó Já, að- Álftanes. og ég sé eitthvað að tala um að eitt sé einhvern veginn. Já, já. En þú veist, en svo einmitt bara svona, svo eru samt svo skrítin teik, sko, eins og mann finnst svona Keflavík, það eru svona 2-3 sem eru bara svona, þeir bara svona eru. Já. Og þeir gætu líka verið að þó þú væri með 7 útlendinga, skilurðu. En, Svo er þetta spurningum budget og svona, svo, þú veist, með IR, með Georgumanni og Sarko Júkic svona, þú veist, kannski er þetta bara besta, þetta er budget sem við erum með þessa gaura. kannski, Ef við ætlum að losa okkur við Sarko Júkic, þá erum við fann að marka en við veitum ekkert hvað við fáum í staðinn, sko. með true. Hann er allan að spila vörn og hetsar og það bara, ég var spæðið að ringi Kristján Pétur aðstofþjálfara og segi bara ef að Sarko Júkic sker eitthvað með boltan í sókn, þá bara sekt hann. Já, Já, sammála. Hann tekur stundur svona feit og við skot. Já, þetta er, og Sem er alveg er ég að horfa ógeðslega bara, ljót, hvað sko. er þetta að gera væni? Já. en ég er ekki bara einhvern veginn, þú veist, eru menn ekki einhvern veginn stundum að sætta sig við eitthvað sem að er allt í lagi, jafnvel vont, skiluru, í staðinn fyrir að, þú veist, taka áhættuna á einhverju sem að væri enn verra. Þú veist, eins og þetta Já. Julio De Assis sæn einhvern veginn í stjörnuna, þú veist, maður bara eitthvað svona, hvað eru það að spá? Þú veist, menn eru skítræddir við að breyta, til dæmis eins og Njarðvík breytir Kana og það kostar hellingspening að fá leyfi fyrir nýjan, Já, já, svo fær einhvern verri gaur, þá hugsaður hún bara, úps, herru, ég er komin í helvitis klandur hérna, sko, ég get eða ekki breytt aftur. og svo er bara spurning hvað þú færð að breyta oft líka. Já, Já, það er að minnsta kosti milljón að skipta út Kana. En, Þú veist, þeir verða ekki, þú veist, ef Rúnar bara skátar bara svona semi vel, já. þá fær eitthvað betri en afrétt, sko. Eða allar sem passa betur inn í þetta, sko. En svo er þetta bara líka svo leiðilegt, sko. Þú veist, já, þú hefur örugglega spilað í liðin þar sem hefur verið að skipta út jafnvel oftar en einu sinni, sko. ég spila undir stjórn Friðrik Inga, það var hobby hjá honum að reka Kana, sko, á tímabili. Já. Þá voru leyfðir á einu tímabili 3. Já, þetta er hræðilega leiðilegt, sko, af því að svo er maður einhvern veginn alltaf, þú veist, ég veit ekki hvernig það var þegar þú varst að spila Friðrik Inga, menn voru örugglega bara ekki komin með síma eða eitthvað, en þú veist, þegar ég var að þjálfa, skilur, þú veist, maður var eitthvað búinn á æfingu, bara eitthvað 3 leiki búnir og við erum 0-3 og það er bara, þú veist, 11 WhatsApp skilabúð frá umbóðsmönnum, hey, já. I got this, I got that, og auðvitað fer maður í kringum það, Já, 0-3, stjórnin er óanaði með, þú veist, 2 útlendingar, skilur, og maður er einhvern veginn bara svona skoðar þetta allt og heyrir aðstoðarþjálfaranum, hey, kannski hérna, í staðinn fyrir að reyna að vinna bara næsta fucking leik, skilur. Já. Hvernig Þetta er þarna- alltaf hangandi yfir öllum endalaust. Hvernig verður Plankin að spila úti? Er hann tæpur Vel. að einhvern tímann að það væri draumur í dósveika liði og hann er rekinn, pikka hann upp og geta að vera svo Kana með honum. Já, Já, ekki hann verður ekki rekinn. Hann var allavega, hann spilaði eitthvað lítið eitthvað fyrstu 2 leikina en hann var frábær á Prísísson já. og hann er bara, ég held að hann verður ekki rekinn frá Fraklandi. Allavega, Hann er líka bara svona gaur hann er ekki á leiðin til Íslands, sko. svona kortir í þjálfarasleikja, sko. Hann er svona, úst, hann er svona ógeðslega duglegur, en samt líka geðveikt coachable, svona bara svona extremely, Gegn- bara svona horfir augunaður og Góð hlustar og manneskja. heyrir, skilur Og geggja flott skot. Já, og bara Hann er svona, góður leikmaður, sko. þú munt alltaf vilja hafa hann í hópnuðinum, þó hann sé að spila lítið. Þannig að ég vona bara að ég væri reyndar alveg mjög mikið til að sjá hann í einhverju liði á Íslandi, sko, en ég ætla að segja að vonandi heldur hann áfram eins og að gera eitthvað fyrir líf mitt að Plankin sé að gera eitthvað í Pro B í Fraklandi, þú veist. Hann Mikið kemur, skemmtilega að fá hann bara í Álftanes. Já, það verður miklu skemmtilegra. já, Ég er ekki mikið að tjúnin á Pro B í Fraklandi, sko. nei, hann kemur ekki til Ísland. Ég held að ég get alveg Það er svoleiðis. fullt þetta. Heyrðu, erum við þá ekki bara góðir? Eitt í viðbót. Eitt í viðbót. Og það eru leikirnir á morgun. Já. Nei, já, morgun. Föstudaginn. Já. Það 2 leikir. Það er IR Tindastóll. Þú spáir IR, segir ég. Já, einhver tilfíð sem ég hef. Ok. Hvað með þig, Gunnar?
Nei, Tindastól. Þeir eru að fara Sarko og Jötney inn í teg ekki presens fyrir Ívan og Drungíla sko. Okay. Ég held að þetta verði svona, þetta verður svona iðnaðar Tindastól sigur. Ég kannski að ofmeta smá efforti sem fór í hérna Gimli-leik hjá Tindastól. Það betta bara að þeir séu bara þreyttir og djöflast í Falkó, Basil og Arnar og eru þau með lappir í það? Arnar er búin að vera eitthvað tæpur eða ekki? Jú. Ég held að þú veist ekki þreyttur eftir leikum átti Gimli. Ég myndi láta Tævo Badmes á Falkó. Hann er náttúrulega, hvílaður hann bara ekki. Hvað er hann bara notaður í Evrópuleikjum á móti Þetta er bara Evrópu. Bara mest í lúxus í heimi, nú er hann að spila á móti aumingjum, þú mátt spila leikinn. Er það ekki meira Ragnar Ágússon? Það er ekki svona Evrópukall? Já, svissneski vasanýfurinn. Já. Hérna, hinn leikurinn er Keflavík Stjarnan. Föstudagskvöld. Já, auðvitað. Settuleg degi meðvæntalega. Já, ég giska á það. Ég er ekki búinn að tjekka á því, en ég giska á Mér Stjarnan er bara með 7-8 mann kjarnar, þeir eru ógeðslega góðir. Já. Stjarnan sigur. Eru þeir ekki orðnir? Er þetta ekki, sko, Keflavík er einhvern veginn í mótun, við veitum ekkert hvað þeir eru, nú er einhver ísraelskur rússi, eitthvað svona, læra einhver stakkerkerfi þar sem að, enginn kann að setja skrím fyrir hann og, þú veist, og Stjarnan bara vita nákvæmlega hvað þeir eru og hvað þeir eru að fara að gera. Ég held að þetta verði Stjörnusigur, ég held að 10. Já, mér finnst einhvern veginn eins og þegar erlendur leikmaður er að spila sin fyrsta leik, finnst liðið aldrei vinna leikinn. Mjög sjaldan, það er rétt, já. Veist, og ekki á móti lesa Stjörnunni sem bara þeir eru ofrútíneraðir. Settlegi degi er samt svona gaur, hann er ekki að fá boltan eitthvað lópost mikið með hvernig hann var. Hann er bara svona gaur þegar Ægir og Bertóni komast inn í miðjuna, þá hoppar hann í aljúp og eins og hann á vera eins og Rombley var. Já. Sem er farin að starta á Bakken Bears. Hann er samt bara svona, ég útgáfa Rombley. Ég segi 100%. Ledei var þann leikmaður en svo er hann alltaf búinn að spila í Litáen og alls, kannski er hann búinn að þróa og missa einhvern betri leik. Ég var ekkert hrifinn á hann þegar hann var í Grindavík, sko. Ég held að hann sé aðeins betri og þroskar en hann var. Já. Spila með 11 út í Litáen, held ég. Já. Hann er svona spilaði lítið held ég með honum. Já. Alltaf bróður hans er einhver Euroleague hetja. Hún spila í Bologna og eitthvað, man ekki Ísrael og eitthvað. Hann er líka svona sem heitir eitthvað, þú veist, Z-Ledei. Já, Z-Ledei, já, einmitt. Ég held að samt svona í öðrum deildum það hjálpar alltaf á ferðinu þínum að bróðin er í Euroleague, skilur bara, já. Já, gera það, sko. Þú veist. En er hann ekki svona, þú veist, í öðrum deildum væri hann Fjarki, er ekki? Jú. Þú veist, hann er svona frekar undersized. Þessi gaurar hafa eiginlega virkað mjög oft á Íslandi. Já. Þú ert undersized einhverstaðar annar staðar en ert Fjarki 5 hér. Þetta er bara drauma heimur fyrir hann að koma inn. Pablo Ægir running the show. Já, þetta er Orri Agravanis og Luka að speysa og geta samt líka allir þegar fengi boltan og tekið menn á. Bara að gera það sem Rombley var að gera. Peka fráköst, tróða, spila vörn. That's it. Þú veist, þetta var svona eins og að koma í Val fyrir svona 2 árum. Þú veist, það bara funkaraði allt. Já. Og ég held að hann muni auðvitað bara passa vel inn í þetta lið, bara eins og þú veist, Julio de Assis hefði nánast örugglega passa vel inn í þetta lið, sko. En Julio náttúrulega er púr útgáfan af þessu, skilur við. Þú veist, ég bara skil ekki okkur þeir held að hann yrði allt inn. Það var svona smá hroki í því, kortur eftir að hafa unnið titilinn, að halda að Julio de Assis geti gert þetta. Og hann er bara ekki, þú veist, þetta er svona eins og þegar að Mason Mount er látin í vinstri bakvörð, sko. Já, þú verður bara svona reiður. Ömurlegt dæmi reyndar. Þetta er alls ekki eins. Já, ég allavega við ókekamenn, við samt alveg fögnum þessu pínu, sko. Ég held að hann náði til að alveg fara illa með stórum inn í deildinu. Ég held að Z-Ledei verði engin undantekning þar á, sko. Ég bara held að Stjarnan hendi, úst, á meðan einmitt. Úst, Stjarnan er bara þannig núna að þeir eru bara með sína vörn, oftast, breyta ekki úr sínu. Þeir eru ekkert að pæla í hver eru komnir inn í Keflavíkurlið. Þetta er bara svona eins og þú segir, þegar Valur voru skipta öllu, það skiptir engu máli hver eru í hinu liðinu. Stundum dobluðu þeir, stundum ekki. Það voru eitthvað svona tweaks. En Stjarnan er ekkert bara, oh my god, hvaða Ísraeli er komin að með rússnesk vegabréf? Hvað? Nei, það er engin eitthvað. Skilur við? Þú veist, kannski Ingi Þór, en annars er engin að því, sko. Ég held að Ingi Þór er að gera þetta og senda á balla og hann segir, hey, hætt að pæla í, veist alveg hvað við erum að spila. Já, nákvæmlega. En Orri til dæmis var no-show í seinasta leik, ég held að hann hafi verið 3-16. Hann á helviti marga svona leiki. Eins og ég sagði í seinasta þætti,
og sagði hann á herfilega skotleiki og sá slæmi auðvitað, gaf ekki mikið fyrir það en við sáum það í seinasta leik. Ég er hættur að hlusta á Steinar Arnar þegar hann sagði að Kristófer Eikos var í bólhendlur. Hann ætlaði bara að deyja á því hæ. Já, þá bara, herru, Steinar minn, nú ferð þú í pásu. Og ég er svona... Það er eitt að geta driplað upp á hendunum og gefið skrín, þú ert ekki bólhendlur. Já, hvað er hann? 4. bólhendlur í Val? Já, hann er ekki bólhendlur. Nei, ok, hann ber stundum upp bólhendlur eru Pablo Bertone og þessa típur. Nei, hann er alls ekki Kristófer Eikos líður bara mjög illa sem bara decision maker á toppnum núna í bara... skiptir engum máli. Skulum ekki fara í það aftur. Nei, ég bara var að koma svo að. Ég var ræðið Kristófer Eikos og veðmál. Nei, Undir lokið. við ætlum ekki að gera það. En Dabbatí, leið mér aðeins tala um Dabbatí. Í alvörunni? Nei, tjók. Og leik Tindastóls gegn Gimli. Nei, þetta er þrennt sem við ætlum ekki. En takk fyrir að nefna þetta aftur í þættinum. Ég bara ætlaði að gefa White Claw shoutout. Þú mátt taka þetta með þér. Þetta er svona úlingadrykkur. Já, þetta er svona flösku. Þú mátt drekka þetta fyrir herrakvöldið. Þá verður í góðum gír. Og svo ætlaði ég bara að halda áfram að gefa mínum mönnum í körfufréttum shoutout. Og ef það eru ennþá einhverjir át þér sem eru ekki að nota þetta, þá er tími til komin að ná í körfufréttir appið. Já, geggja app, búin að vera með lengi. Run and Gun líka auglýsa, vel. Já. Og svo, Við erum official partners. Já, Og svo vil ég reyndar koma inn að það verður árituð Draymond Green treyja á uppboðinu á herrakvöldi Álftanes. Það er enda hjúts. Það sé sagt. Vá. Maður þarf bara að byrja að safna. Já. Það er vonandi að betin detti 5-2 og maður mæti rugglaður. Takk fyrir dag. Remember, I do this through righteous steps. You Judas thought I was gone, so in light of my death, y'all been all happy-go-lucky. Bunch of Sam, call me godson. With my pants low, I don't die slow. Put them rags up like P.D. Pablo. This is NASDAQ dough in my NASCAR with this Nas flow. What could beat that? Not a soul reppin'. Hit the record store, never let me go. Get my whole collection, yeah. I got mine, I hope ya. Got yourself, you from the hood, I hope ya. Got yourself, you want beef, hope ya. Got yourself, and when I see you, I'ma take what I want, so you try to front, hope ya.